Komið sæl og verið velkomin á þessa vinnustofu sem hluti af norðurslóðaverkefni sem að Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra eru þátttakendur í og kallast Digitomarket og þessi ráðstefna líka í samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Nú eins og fram kemur í dagskránni þá fókusinn á hvernig við getum nýtt okkur stafræna tækni til þess að auka sölu á netinu, hvort sem það á vöru eða þjónustu. Og við ætlum að byrja á því að fara eins yfir mjög gagnlegt kerfi sem að að mestu ókeypis á netinu og heitir Canva, sem við getum nýtt til þess að gera alls kyns kynningarefni og það stútfullt af efni sem að getur nýst í því augnamiði. Nú í framhaldi af því þá ætlar Ingi Vífill Guðmundsson frá Nýsköpunarmiðstöð að fara yfir hvernig hægt að nýta Instagram og Instastory í markaðssetningu. Í kjölfar hans þá ætlar Selma Dögg líka hjá Nýsköpunarmiðstöð að fjalla þróun upplifana í ferðaþjónustu. Og að lokum ætlum við að klára þetta með 2 viðtölum við aðila sem að annar búin að vera að nýta sér í síauknum mæli samfélagsmiðlana til markaðssetningar. Það Kitka, prjónastofa á Hvammstanga. Og að heyra svo af reynslu Óskar Sigmundssonar sem að staðsettur í Þýskalandi af því að nýta sér það sem á ensku kallað storytelling. Og ég auglýsi bara hér með eftir góðu íslensku orði til þess að nýta í staðinn fyrir storytelling í markaðssetningu. Nú en svona áður en að við förum af stað í efni dagsins að þá langar mig aðeins að fara yfir tæknimálin. Það getur verið pínulítil áskorun að hafa vinnustofur eins og þessa gagnvirka með þessu formi hér. Þannig að við ætlum að nýta okkur það sem að þetta kerfi Zoom býður upp á. Og við getum spjalla saman með þeim tólum sem í boði hérna í kerfinu, meðal annars með því að nota spjallgluggann. Þannig ef þið farið með músina yfir gluggann, það sem þið sjáið myndina af mér núna, að þá að koma upp reitur sem heitir chat. Við ætlum að biðja ykkur að smella bara á hann núna og þá sjáið þið hvernig þið getið spjallað á meðan á vinnustofunum stendur og ég ætla að slá hérna inn, spjalla hér og senda á alla. Og ég ætla að biðja ykkur að byrja bara á því að slá inn í þennan reit þannig að allir prófi hvernig þetta virkar og segja okkur bara hvar þið eru staðsett. Það er forvitnilegt að sjá hvar þáttakendur eru staðsettir því að það var ánægilegt að við erum með hátt í 40 skráningar á þessa vinnustofu alls staðar á landinu. Hérna sjáum við að Orri staðsettur í Reykjavík, hér eru þáttakendur Krista á Akureyri, Eva Pandor hérna mjög hress og segir hérna eru aðilar frá Hveragerði, Sólborg og Einar eru hérna, ég veit að þau eru í Skagafirðinum, Hildur Þóra í Skagafirði líka, Ester í Reykjavík, Selma á Akureyri, Egilsstaðir, Guðný Helga á Bessastöðum, Eydís og Máni í Sölvanesi í Skagafirði og svo framvegis. Þannig að það er sérstaklega gaman að sjá hvernig að við getum sameinast aðilar alls staðar á landinu með þessum hætti. Þannig að hér getur til dæmis þið átt samskipti á meðan að við erum að fara í gegnum okkar kynningar en við svona mögulega getum ekki alveg svarað öllu leið og spurningarna koma fram. Nú svo annar möguleiki að við farið aftur með músina yfir gluggann og smellið á spurningur og svör eða það sem á ensku Q&A og smellið á það, þá fáið þið upp glugga þar sem hægt að slá inn spurningar. Og ég ætla að biðja ykkur bara að slá bara inn spurningamerki eða einhverja kveðju þar inn í gluggann þannig að við sjáum hvernig þetta virkar. Flott, Eydís og Máni búin að slá inn spurningar, Kristbjörg, Björn Þór, Orri, þannig að þetta virkar greinilega mjög vel. Þannig að ég tek bara út síðan þær spurningar og þannig á meðan að við erum í kynningunum eða vinnustofunum sjálfum, þá getið þið slegið inn þær spurningar sem að koma upp þarna
og ég mun svo svona inn á milli í kynningunni svara spurningum. Þannig að endilega nýtið ykkur þetta, þannig að við getum haft þetta eins gagnvirkt og mögulegt er. Síðan í lokin, ef að tími vinnst til, að þá getum við opnað á spurningar og spjall í mynd og þá mun Sveinbjörg okkar sérlegi útsendingarstjóri opna fyrir það hjá þáttakendum. En eins og sakir standa, að þá bara opið á hljóð og mynd frá stjórnendum vinnustofana, þannig að við séum ekki að fá truflun eða umhverfishljóð annars staðar frá. Það er nú líka þannig að eins og staðan er núna þá eru örugglega margir sem sitja heima hjá mér og það er allavega hjá mér er það svo að mín börn fengu ströng fyrirmæli það að vera ekki með hávaðalæti á meðan á þessu stendur. Þannig að við skulum vona að þau standi við það. Nú ef við skulum þá bara vinda okkur inn í efni dagsins sem er Canva. Þá ætla ég að deila með ykkur skjánum mínum og þið ættu að sjá hann bara núna eftir augnablik. Canva er kerfi sem við hjá SSMV til dæmis notum mjög mikið til þess að útbúa alls kyns kynningarefni. Og ef þið farið inn á slóðina canva.com og loggið ykkur þar inn, þá ættu þið að sjá glugga sem er svipaður þessum. Canva er uppsett þannig að það lærir eins og mörg forrit í dag að lærir inn á hvað það er sem þú ert að skoða helst, þannig að glugginn geti verið eitthvað pínulítið ólíkur eftir því hjá ykkur og svo hjá mér, eftir því svona bara hvað ég er búin að vera að nota. Ef að þið eruð ekki búin að stofna ykkur aðgang að Canva, þá hvet ég ykkur til þess að gera það bara sem fyrst og bara núna, því að það er mjög gott að þið getið haft kerfið opið og svona aðeins fiktað í því á meðan að ég er að fara í gegnum svona nokkra hugmyndir að því hvernig hægt er að vinna með það. Því að það er með Canva eins og svo margt annað að maður lærir mest í rauninni á því að fikta og svona prófa sig svolítið áfram. Og ég ætla að taka það fram strax í byrjun að ég er ekki grafískur hönnuður og líka það að það er í rauninni, Canva kemur ekki í staðinn fyrir vinnu grafísks hönnuðar. Þeir eru auðvitað sérmenntaðir í því að setja upp efni, en það getur nýst gríðarlega vel í smærri verkefni og svo er líka hægt að fá, það er ákveðnir einhverjir hönnuðir sem að gefa svo út fyrir það að hanna efni í Canva sem að við svo getum breytt og lagfært, til dæmis breytt texta og slíkt og ég ætla að fara í gegnum þá eftir því að við hjá SSMV nýttum okkur það til dæmis. Nú áður en við byrjum þá ætla ég líka að taka fram að vinnustofunni er streymt beint á YouTube og þeir sem að þar eru geta sendt inn fyrirspurnir líka sem að skila sér til stjórnenda vinnustofana með því að fara inn á slido.com eða slido.com og slá inn millumerki Digi2 Market eða Digi2 Market, Digi2 Market og þær spurningar skila sér hingað til okkar stjórnendana. Þannig að það geta allir verið með en aðeins þeir sem eru skráðir á ráðstefnuna geta spurt í gegnum Zoom. Og upptakan verður svo aðgengileg að ráðstefnunni lokinni eða vinnustofunum loknum, þannig að þá getið alltaf farið inn og frískað upp á. Nú, en ég var búin að taka saman hérna ákveðin atriði sem að ég ætla að fara í gegnum og ég tók mér það bessaleyfi þegar ég sá þáttakandalistan að hlaða niður nokkrum myndum frá aðilum sem ég veit að eru þáttakandur í vinnustofunni. Þannig að það var gert án leyfis og ég vona að mér sé fyrirgefið það. Bara svona til þess að ég sé með raunveruleg dæmi og þið getið séð hvernig þetta getur virkað. Og svo getið þið náttúrulega bara aðlaga þetta að ykkur. Nú, ef við skoðum hérna gluggann, þá er hægt að fara nokkra leiðir að því að búa til nýtt efni. Einfaldasta leiðin er að smella bara hérna á Create a Design og þá fáið þið upp allskyns valmöguleika. Og það er líka hægt að slá bara hérna inn það sem þið viljið sérstaklega fá upp, hérna sló ég bara inn FB og þá fæ ég upp þá möguleika, þá er þetta tilbúin snið
af efni sem að þið svo geti nýtt. Og ég ætla að byrja á því að búa til hérna Facebook post eða mynd sem kemur þá upp í réttum stærðum fyrir Facebook. Og þá þarf ég ekkert að hugsa það að vera í hvað á myndin að vera stór og svo framvegis. Það er búið að gera það klárt fyrir mig. Og eins og þið sjáið hérna vinstra megin á skjánum að þá eru hér tilbúin fjölmörg snið sem að ég get nýtt mér. Og maður skrunar hérna niður og þá hérna alveg endalaust af tilbúnu efni sem ég get svo aðlagað að mínum þörfum. Hérna til dæmis efni tengt kórónavírusnum og ef ég smelli á það þá hérna fullt af efni sem að við getum aðlagað að okkar útliti og með okkar texta. Nú hérna er afmæliskveðja til dæmis sem að við getum hérna nýtt okkur. Hérna bara lítil kveðja og svo framvegis. En ég ætla að búa til Facebook post alveg frá grunni og fara þá bara hérna aftur tilbaka, gera Create Design og Facebook post og það voru hérna skráðir einhverjir þáttakendur frá Geosilica og ég var að nýta mynd sem ég fann á þeirra Facebook síðu og sýna ykkur í leiðinni hvernig maður hleður inn myndum. Því að við getum hlaðið inn myndunum okkar til þess að við séum með okkar eigið efni en ekki bara að nýta hérna, þessi tilbúnu snið. Þá smelli ég hérna á Uploads eða hlaða upp og fæ þá inn hérna það sem að ég búin að hlaða upp, en til þess að hlaða upp nýrri mynd, þá vel ég bara hérna Upload an image or video, smetla á það og þá fæ ég upp valið og ég ætla að velja hérna desktopið hjá mér því að ég var búin að setja þar nokkra myndir og hérna myndin frá Geosilica sem ég ætla að nota. Þá hleðst hún upp, ég get smelta á hana og þá kemur hún hérna sjálfkrafa inn í tilbúna formið. Og hérna get ég dregið hana til alveg að vild, stækka hana og þannig að hún passi betur inn í ramman. En ég verð að passa að draga ekki, það eru búin að breyta því, ég get gert þetta svona. Og svo get ég fært hana til inn í rammanum. Maður þarf að passa náttúrulega að myndir séu í góðri upplausn. Til þess að þær hérna verði ekki pínu blörraðar og þessi mynd verður það. Nú, ég ætla að setja þetta á Facebook og mig langar að hafa hérna pínlítinn texta með, þá smelli ég hérna á textaritin. Og ég vil hafa textan tiltölulega stóran, eins og þið sjáið hérna, þá get ég valið svona hérna tilbúnar uppsetningar með letrum. En ég ætla að velja bara hérna fyrirsögn og þá kemur hún sjálfkrafa hérna inn á myndina og hana get ég svo bara fært til. Mér finnst passa betur hérna til dæmis að hafa hana hvíta, þannig að ég ætla að hafa hana hvíta. Og svo get ég bara eins og í venjulegri ritvinnslu, þá get ég valið hér úr fjölmörgum letrum. Og ég ætla að setja hérna náttúruleg, náttúruleg endurnýjun líkamans sem var eitthvað sem ég sá á Facebook síðunni hjá Geosilica. Setja þetta hérna inn og til að sýna ykkur hvernig maður getur breytt letri. Þá get ég gert það svona, þá þarf ég að laga þetta hérna í rammanum. Ég get breytt þessu svona og maður þarf að velja það bara eins og í öðrum ritvinnsluforritum og mér finnst þetta hugsanlega passa fínt og ég ætla að láta þetta bara standa svona. Það sem að þarf að passa og það er ágætt að vara ykkur við því að sumar leturtegundirnar hafa ekki íslenska stafi, þannig að við þurfum að gæta okkur á því að ef við erum að setja inn
orð sem að hafa íslenska stafi að þá ekki alveg allar leturgerðirnar sem styðja það. Þannig að þið bara passið ykkur á því. Nú ég vil bara hafa þetta einfaldan Facebook post. Þannig að ég ætla svo sem ekkert að gera neitt meira við þetta, en það þá spurning hvað ég á að gera til þess að ná þessu út úr Canva. Og þá farið þið hérna inn í píluna hérna ofarlega hægra megin, sem svona hlaða niður tákn eða download, smetla það og hér fæ ég þá valmöguleika upp hvernig ég vil vista þetta. Kemur sjálfkrafa með PNG-snið, en ég get líka valið JPG, ég get líka valið PDF og svo aðrir möguleika líka sem við förum ekki út í hér og þessari stuttu vinnustofu. En ég ætla sem sagt bara að vista þetta sem PNG, ég vel bara hérna download og þá hleðst þetta niður. Og verður svo bara til sem mynd. Nú, ég loka þessum glugga. Þetta var ein leiðin. Ég ætla líka að velja hérna að setja inn, búa til, ég ætla að búa til hérna haus á Facebook síðu, eða svona covermynd. Þá vel ég FB, kannski fara full hratt í þetta, ég ætla að fara hérna aftur, ég ætla að smetla á Create Design og þá kemur upp hérna þessi leitargluggi og ég ætla að slá hérna inn FB og Facebook cover. Og þá fæ ég alveg eins upp eins og áðan. Ég fæ upp hérna tilbúin snið og það sem ég ætla hins vegar að gera núna að ég ætla að hlaða upp annarri mynd, ekki að nota tilbúið snið, vel þá hérna eins og munið áðan, upload an image or video og ég ætla að velja hérna fallega sveitamynd. Eigum við ekki að hafa það bara Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu. Smetla á myndina og þá kemur hún hérna inn. Svona og svona. Og það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að hlaða upp hérna annarri mynd því að ég fékk lánað á Facebook síðu Pure Natura eina mynd af einni af þeirra vörum. Og hann ætla ég að setja hérna inn og ég ætla bara að ítreka það. Ég ekki grafískur hönnuður, heldur markmiðið að sýna ykkur hvernig þetta getur virkað, hvernig þið getur notað ykkar efni til að gera allskyns útfærslur af samfélagsmiðla póstum. Nú, og það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að búa til þennan haus þannig að Pure Natura hérna að með svona hálfgerðan testimonial eða umsögn og það ein tegund af sögum sem mjög gagnlegt að nýta í markaðssetningu og það ætla ég að gera með því að setja inn mynd af aðila og þá smelli ég hérna á element því að hérna getið þið valið alls konar form og myndir. Flest af þessu ókeypis, eins og þið sjáu hérna ef ég fer yfir og þá kemur frí og en aðrar kosta eitthvað pínlítið og það þá í mesta lagi dollar stykkið. Það sem ég ætla að gera að ef ég smelli á þetta sem ég kalla grids eða hérna frames að þá þetta form sem ég get svo sett mínar eigin myndir inn í. Og ég ætla að smetla hérna á kringlóttan ramma, hafa hann hérna bara svona lítinn inn í horninu og sýna ykkur hvernig við getum sett okkar eigin mynd inn í. Ég fer enn og aftur hérna í uploads, upload an image or video og ég ætla að setja hérna inn, eigum við ekki bara að setja inn hérna mynd af þessari kríu hérna.
Svo dreg ég hana hérna, smelli á hana þannig hún kom inn á og ég dreg hana hérna inn í. Sjáðu, þá kemur hún hérna inn í þennan ramma. Nú auðvitað væri sniður að vera með andlit, en af því að þetta svona bara til pröfu að þá látum við þetta duga. Nú svo ætla ég að vera með hérna texta og ég ætla að setja hann hérna við og segja hérna krían er afskaplega ánægð með Pure Natura. Og hérna ég komin með, og eins og áður, þá get ég valið hérna annan litur og ég get valið annan lit og þið sjáið hérna að hérna komin myndin af kríunni og eins myndin sem að ég notaði hérna í bakgrunnin og glasið sjálft og kerfin les sjálfkrafa litapaletturnar í þessu myndum. Þannig að ef ég smelli hérna á hana rauða, þá ég komið með sama litatón og í glasinu frá Pure Natura. Þannig að, og hérna ég komið með þennan bláa sem að náttúrulega hverfur inn í og hérna ég komið með þennan brúna sem hérna í landslæginu. Þannig að ég get leikið mér svolítið með litin á þessu. Ég held að fara bara langt best að hafa þetta bara rautt eins og var áðan. Fer ég hérna vel þennan rauðalit og sjálfkrafa les kerfið sama lit og á glasinu. Þannig að hérna erum við á örstuttum tíma búin að búa til tvö ólík form af Facebook póstum og ég ætla að sýna ykkur einn möguleika í viðbót áður en að við förum inn í fyrsta sessjón af spurningum. Því að ef maður fer hérna alveg á upp á síðuna og smellir hérna undir Home á All Your Designs, að þá fer maður inn á form þar sem að koma fram öll þau skjöl sem við höfum verið að vinna í. Og það sem hægt að gera, það alls staðar hægt að kópera og nýta sér þá tilbúið form. Eins og ég sjáu hérna hef ég bara kóperað, oft var þörf 1, oft var þörf 2 og oft var þörf 3. Þannig að ég hef kóperað sama skjalið en svo breytti. Og það sem ég ætla að sýna ykkur að ég ætla að taka hérna þetta skjal sem hérna event haus á Facebook. Já, þetta við byggum til viðburð á Facebook og notum þennan haus á það. Og ef ég smelli hérna efst á punktalínuna, þá kemur hérna upp make a copy og ég ætla að gera það og þá fæ ég hérna efst copy of event haus og ég ætla að skýra þetta bara eitthvað annað, pröfa, smelli svo á það og þá get ég unnið í því og aðlaga það. Og hérna ruslamynd, ég ætla að setja inn hérna einhverja aðra mynd og þá fer ég hérna að eyða henni. Fer ég inn í myndir, fyrirgeðu uploads og ég ætla að taka bara einhverja mynd sem að ég var búin að setja hérna inn til að spara tíma. Ég ætla að hafa þessa hérna mynd og stækka hana örlítið. Nú svo ætla ég að senda hana hérna tilbaka. Sjáu að ég get valið myndina, hægri smelt og þá get ég valið hérna, sækja fyrir framan, þá fer hún hérna fyrir framan textan, en ef ég smelli aftur og geri send backward, þá fer hún fyrir aftan textan. Og hérna ég bara með mjög einföldum hætti búin að breyta þessum haus á Facebook viðburðin og ég ætla að skýra hann hérna skýjafar í Skagafirði, æsispennandi námskeið og svo breyti ég þessu hérna, vefráðstefna 20. apríl 2020. Þá ég komið með nýjan haus. Þannig að, og sama eins og áður, ef ég ætla að hlaða þessu niður, smelli ég hérna á download, vel hvaða form ég vil raða þessu niður á
hlaða þessu niður á fyrirgeði og svo get ég nýtt það á samfélagsmiðlunum eins og ég vil. Og þetta þá komið hérna í hérna All Your Designs. Maður slektir ægilega þegar maður að nota svona erlend kerfi. Og þá það komið hér. Hérna skjalið sem við gerðum áðan fyrir Pure Natura og hér er Facebook-pósturinn sem við gerðum fyrir Geosilica. Nú, ég ætla núna aðeins að stoppa hérna deilingun á skjánum og sjá hvort að við höfum einhverjar spurningar. Já, hún Eva Pandora spyr hvort við getum spurt skipulagt þessa ráðstefnu næst. Laus 20. apríl og verið mikið til að sækja vefráðstefnum skýjafar í Skagafirði. Segjum 2, Eva Pandora. Nú, það hérna ein spurning, Helga Þórdís, hvað valdur svo eftir Create Design? Ég kemst ekki á sömu síðu. Voru fleiri að lenda í þeim vandræðum? Skulum hérna fara bara aftur hérna inn í að share screen og sjá það hér. Þá áttu það að sjá skjáinn. Ég smelti hérna á Create Design. Þá fékk ég upp þennan glugga þar sem ég get valið alls konar tegundir af formum og til þess að finna allt sem hefur eitthvað með Facebook að gera þá valdi ég FB og þá fæ ég upp hérna Facebook Ad, Facebook Cover, Facebook Event Cover og Facebook Post. Þannig valdi ég formið. Ég get líka, eins og þið sjáið, ég get líka valið Custom Dimensions og valið þá stærð sem að ég vil gera, en það óþarfi í rauninni af því að kerfið búið að setja saman fyrir okkur tilbúin template. Já, Krista spyr hérna, ég með Canva Pro? Já, og ég hef nú svo smátt að taka það fram strax að við erum með Pro-útgáfuna sem að kostar minnum $100 fyrir árið, en það sem að helsti munurinn að það aðeins fleiri möguleikar, til dæmis á niðurhalinu. Í Pro get ég minnkað og stækkað í niðurhalinu, sem sagt, skjölin og svo framvegis. Þannig að það eru svona örlitla breytingar. Eitthvað af myndum sem að kosta í ókeypis útgáfunni eru ókeypis í Pro-útgáfunni og svo framvegis, en það ekki stórvægilegu munur. Hugsanlega einhverju fítusar sem að þið sjáið ekki í ókeypis útgáfunni. Eydís og Máni spurja hérna, þú valdi litatón sem að elti litin í dósinni áðan, hvar? Og við skulum bara fara aftur hérna inn í Pure Natura pröfuna og kríuna sem ánægð með Pure Natura. Þá valdi ég hérna, litaði textan, smelti svo hérna á text color og þá koma upp hérna litir. Ég get valið lit og búið hann til sjálf eins og í mörgum ritvinnsluforritum og þá koma upp þessar myndir sem ég að nota. Og ef ég myndi velja hérna sjáðu þið litina sem í kríumyndinni, hérna sjáðu þið litina sem í Pure Natura dósinni, hérna sjáðu þið litina sem í myndinni af landslæginu og ég valdi einfaldlega bara þennan rauða litatón í dósinni, smelt á það og þá verður þetta í sama lit. Ef ég smetla á þennan gráa, þá kemur hann upp, þennan dökka hérna, sem að gæti líka alveg gengið, en ágætt að hafa þetta bara rautt. Vona þetta sé skýrt. Afsakið. Svo spyr Helga Þórdís hérna, var þetta svo bara sem mynd á þinni tölvu og hvernig þetta svo sett yfir á Facebook? Já, með því að hlaða þessu hérna niður og velja bara hvaða form þetta og til þess að setja á Facebook það langt best að hafa þetta PNG-mynd eða JPG og ég vel hérna PNG, svo vel ég bara
download og þá verður skjalið til, hún segir hérna preparing your design, sem að vistast svo niður á tölvuna, sem bara venjuleg mynd og ég fer svo bara inn í Facebook og hleð myndinni inn sem bara posti og við svo sem ætlum ekki að fara sérstaklega í það hvernig það er gert ef að fólk kann það ekki, en það væri hugsanlega bara efni í nýjan aðra vinnustofu, það er alveg hugmynd. Hérna var líka spurningin á tjattinu, Evelyn spyr, já, og það er búið að svara því, Ólína var svo elskulega að svara því, takk fyrir það. Þannig að það er ekki fleiri spurningar í bili, þannig að það er ekkert annað en að halda áfram. Við erum núna búin að fara í gegnum 3 mismunandi gerðir af Facebook-póstum, þannig að það sem ég ætla að gera núna með ykkur er að fara yfir mismunandi gerðir af Instagram-póstum og það kannski rímar við það sem að Ingi við vill ætla svo að tala á eftir. Hvernig hægt er að nýta Instagram, bæði þá Instagram hefðbundna pósta og svo Instagram Insta Stories og ég ætla að fara í gegnum það til dæmis að hvernig er hægt að búa til Insta Story form og út frá þessum sniðmátum eða templateum sem eru í kerfinu. Þannig að við förum bara aftur tilbaka, við förum alltaf tilbaka með því að smetla hérna á Home og aftur inn í Create a Design, smetlum á það. Nú, það kemur hérna sjálfkrafa upp hjá mér Instagram Story efst og þið munið eins og ég sagði ykkur áðan að kerfi les hvaða sem við erum að nota og birtir það, svona hálfgerð, þessi gervigreind sem er orðin í svo mörgum kerfum. En ef ég slæ inn Instagram, þá fæ ég eins og áðan, þá fæ ég upp hvaða möguleikar eru og ég ætla bara að búa til venjulegan Instagram post til að byrja með. Smetla á það og þá fæ ég upp rétta stærð og eins og áður þá fæ ég upp hérna tilbúin snið sem að ég get bara smelt á og nýtt mér. Og ég ætla að sýna ykkur hérna, þetta er svona matar Instagram póstur, ef ég smetla á hann þá verður hann bara sjálfkrafa til í forminu sem ég var að búa til, tómaforminu og hérna get ég skipt út mynd, ég get breytt litum og breytt texta. Og ég ætla að sýna ykkur bara hérna, ef ég smetli á gula litin, að þá sjáum við að verða útlínurnar hérna til og til þess að breyta litnum á þessu, smetli ég hérna á litakassan ofarlega í vinstra horninu og þá fæ ég upp sömu litapalettu eins og ég fekk áðan þegar ég var að breyta litnum á textanum. Og þið sjáðu hér, hérna eru litirnir sem eru í myndinni komnir inn og ég get bara valið hvaða lit sem er, allt eftir í hvað hentar mér. Þetta er nú mikill uppáhaldslitur hjá mér, þessi líka, þannig ég svona að hafa þetta svona. Og svo get ég breytt textanum, bara ef ég smetla á textan, þá get ég sett hérna bara, ef ég þýði þetta bara beint, fyrir þá sem elska mat. Þá getum við sett hérna. Eigum við fullt af gómsætu beint frá bíli. Svo get ég stækkað hérna reitinn, drega hann aðeins til, þannig að það passi betur. Og hérna get ég sagt til dæmis vaff, vöru smiðjan, sem er vinnslueldhús á Skagaströnd. Og hérna er ég búin að breyta þessu þannig að þetta gæti hugsanlega nýst þeim. Þetta er í rauninni ekki flóknar þetta. Ég get líka skipt út mynd. Ef ég smetla á myndina, vel hérna uploads, myndirnar sem ég er búin að hlaða inn, smetli til dæmis á þessa hér, þá get ég sett hana, hún kemur hún hérna á miðjunni og ef ég dreg hana bara hérna aðeins lengra yfir ramman, þá dettur hún inn í þetta svæði sem er tilbúið. Þannig að hérna er ég búin að taka þennan post sem var, eða þessa mynd, sem var allt öðruvísi og aðlaga hana að mínu.
Alveg eins og áður, þá velji ég hérna download til þess að vista hana niður, vel hvaða tegund ég vil og þá verður hún til, vistast hún niður á mína tölvu og ég get nýtt hana til þess að hlaðin inn á Instagram. Nú, ég ætla að sýna ykkur líka aftur Instagram post sem að ég bý til frá grunni. Fer aftur í Create a Design, Instagram, vel Instagram post, þá fæ ég aftur upp tilbúna formið og núna ætla ég að hlaða upp mynd, vörumynd eins og margir framleiðendur gera eða söluaðilar gera, að birta myndir af vörum í svona lífstíls uppsetningum. Og það vill svo til að ég fer hérna aftur í upload, að ég átti mynd frá vinum mínum í Gandi í Skagafirði eða urðaketti sem að framleiða krem úr minkaolíu eða minkafeiti og ég ætla að hlaða henni hérna inn og smelli bara á hana, þá dettur hún sjálfkrafa hérna inn í formiðmunni, svo stækka ég hana með því að toga hérna í punktana á hliðinni og þá hún komin hérna inn. Og þetta er ágætt mynd sem að hérna, hægt að nota. Ég get líka hérna, fært hana aðeins til ef ég vil breyta hvernig hún uppstilt í rammanum og svo framvegis en ég ætla að láta hana bara standa svona. Það sem ég get líka gert er að segja eins og svo að nú ætla þau að bjóða tilboð. Þau ætla að vera með sérstakan sumarafslátt og þá get ég farið hérna aftur inn í Elements sem við fórum inn áðan þegar við völdum ramman til að setja myndina inn í postin sem við gerðum fyrir Pure Natura. Og þá ef ég vel hérna shapes eða form og smelli á see all, þá sé ég öll þau form sem eru til ráðstöfunar inn í kerfinu. Og ég ætla bara að hafa þetta svona form. Þá smelli ég á það og það dettur sjálfkrafa inn í postin og ég ætla að hafa þetta hérna í horninu hérna með. Og það sem ég get gert núna til þess að hafa þetta svona aðeins mildara, að ef ég smelli hérna á punktalínurnar eða svona kassan hérna fyrir ofan og þá kemur upp þessi sleði sem sem sagt, segir hversu gagnsætt formið og þið sjáið að ef ég renni því til hliðar þá verður það alltaf daufara og daufara. Því ég vil ekki hafa það alveg lokað, ég vil hafa þetta aðeins svona mýkra, þannig ég ætla að hafa þetta svona cirka hér. Svo ef ég smelli aftur á myndina og sjá að það sést aðeins í gegnum og svo til þess að setja texta inn í, þá fer ég einfaldlega hérna í textahnappinn. Ég ætla að hafa þetta svona tiltölulega lítinn texta, en ég get auðvitað þó ég velji fyrirsögn, þá get ég auðvitað hérna, minnka hana að vild á eftir. Og ég ætla að minnka þetta svolítið hérna, hafa þetta hérna, drega þetta bara til á miðjunni, það þetta að draga allt saman til hvert sem í rammanum. Og ég ætla bara að hafa þetta einfalt, ég ætla að hafa þetta bara tilboð. Einar og Kó ætla að hafa tilboð á þessum frábæra handaburði. Og ég ætla að hafa þetta aðeins stærra og ég vil breyta eins letrinu á þessu. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins ef maður velur, að því nú erum við með íslenskan staf í þessu, hérna í þessu letri virkar það. Ég ætla að sjá hvort við finnum ekki eitthvað letur sem að það virkar ekki í. Ég ætla að hafa þetta aðeins stærra þannig að við sjáum þetta betur. Já, hérna kemur þetta með íslensku stöðum. Ég ekkert sérstaklega hrifin af þessu letri, finnst þetta svona kannski svolítið krass. Þannig að ég ætla að finna eitthvað annað hérna. Það væri nú alveg típist að ég fyndi ekkert letur sem ekki með íslensku stöðum. Þetta allt og stórt hérna. Sjáu þið hérna til dæmis. Hérna valdi ég þetta letur August og það ekkert til. Þannig að það þetta sem ég var að tala áðan að maður þarf að passa að við veljum letur sem styður íslenska stafi.
Og mér finnst þetta hugsanlega bara fínt. Til að hafa þetta kannski aðeins stærra og gera þetta svona. Svo ætlum ég aðeins að vinna í letrinu og þá sjáum við hérna, alveg eins og áður, að það verða til myndalitir. Og ég ætla að hafa þetta bara svona dökkgrátt, þannig að þetta verði svolítið mýkt í þessu. Og þá þetta komið. Þarna ég búin að setja bara mjög einfalt form inn í myndina, rétt til skýringar og mýkjað aðeins með því að hafa það gagnsætt. Þannig að þarna ég búin að taka mynd sem ég átti til, hlaðin upp og setja þetta form inn á. Og eins og áður, til þess að hlaða henni niður á tölvuna mína, þá velja ég hérna efst í hægra horninu, download, vel hvaða snið ég vil hafa á myndinu, hvort ég vil hafa PNG eða JPG, sem það sem ég þarf að nota til þess að nota á samfélagsmiðlana, og vel svo bara download. Og þá verður hún til í download möppunni á tölvunni hjá mér og þaðan get ég sótt hana inn á samfélagsmiðlana. Nú, það sem að ég ætla að gera núna er að ég ætla að sýna ykkur líka annað sem Ingi Vífill ætlar að tala um. Það eru tilbúin Instastory snið. Þá fer ég aftur í All Your Designs og, ég fer í Create a Design og vel hérna Instagram og vel hérna Instagram Story. Og hérna sjáu þið, vinstra megin, hérna eru allskyns snið sem eru tilbúin í þessari stærð sem að Instagram Story myndir þurfa að vera í. Og hérna ætla ég að finna bara einhverja sem að gæti mögulega hentað, þessi hérna. Og ég ætla að smella á hana hér og þið sjáu það sem er skemmtilegt í þessa er að það er smá hreyfing í henni. Og það eru þarna inni orðið og alltaf að fjölga myndir sem eru með smá hreyfingu í sem að virka mjög vel eins og Instastory og líka, það eru líka myndir sem að gætu virkað á Facebook sem eru með hreyfingu og algoritmarnir hjá Facebook virka þannig að það sem er með einhver svona pínu hreyfingu eða animation, það færi yfirleitt meiri dreifingu heldur en hérna póstar sem er engin hreyfing í. Nú en alveg eins og með myndirna sem við höfum verið að breyta áðan, að þá get ég tekið hérna ísinn út og sett inn mína eigin mynd. Þannig að ég ætla að gera það, fara hérna inn í uploads og þar var ég búin að hlaða inn hérna mynd af hérna handaburðinum frá þeim í Gandhi og hér er hann komin inn, en það var kannski aðeins stærri. Ef ég smelli svo hérna á, nú ætla að færa hann aðeins til hliðar til þess að ég geti tekið textan bara út, dreif hann svo aftur tilbaka. Það sjáu að þá er komin smá hreyfing hérna í myndina sem að gera hana aðeins meira áberandi. Og hérna fyrir neðan get ég svo sett hérna texta sem er viðandi. Og ég veit það til dæmis að þessi vara er tilvalin á flugnabit og því hún stillir kláða. Þannig að þá get ég sagt bara hérna snilld á flugnabitin. Þarna erum við komin inn í lúsmýjar sísonið. Ég stækka þetta bara og dreg þetta til. Kemur svo fyrir á réttan stað þar sem ég vil hafa þetta. Svona. Og þarna er það bara tilbúin Instagram póstur, eða sem ég get sett inn á Instastory með mjög lítilli fyrirhöfn. Ég held að við förum bara núna aftur inn í spurningar og sjáum hvort að það eru einhverjir sem að vilja eitthvað spyrja. Já, Ólína spyr hérna, geymist allt sem maður gerir á Canva án þess að maður visti sérstaklega eða download í tölvuna? Já, gott og kostin á þetta Ólína, því að það gerir það einmitt. Já, við förum tilbaka hérna á forsíðuna og ég vel All Your Designs,
þá förum við inn í rauninni bara svæði eða eins og hálfpartinn möppu þar sem að allt sem geri vistast sjálfkrafa. Þannig að ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því að það týnist þó svo ég hlaði því ekki niður og ég get alltaf farið inn í þetta hér og gert breytingar. Ef ég smelli til dæmis á þennan post, mér langar að nota sniðið á honum en ég vil breyta textanum eða skipta mynd, þá get ég alveg gert það. Og munið eins og ég gerði áðan að ef ég smelli hérna á punktana fyrir ofan, að þá get ég búið til afrit og ef ég vil halda upp á þetta en samt nota sniðið, að þá breyti ég bara á afritinu. Og allar mínar myndir, eins og sjá ef ég fer hérna neðar, að við notum þetta heilmikið hjá SSMVaF og það safnast allt saman hérna fyrir. Ef maður með prófútgáfuna, að þá fær maður möguleikan að því að raða þessu í möppur, eins og þið sjáið hérna vinstra megin á síðunni. Og ef ég smelli hérna til dæmis á eina möppu sem það er áhugavert að sýna ykkur, að það efni sem að hönnuðurinn vann fyrir okkur og eins og til dæmis hérna eru Facebook auglýsingar, ef ég smelli á það, þá gæti ég til dæmis hérna gert breytingar. Hérna eru 2 mismunandi tegundir af Facebook auglýsingum og ég get sýnt ykkur svo ef ég fer aftur inn í All Your Designs, að þá sjáu þið hérna að þetta í rauninni útlitið á þessum 3 sem að ég var búin að búa til og ætla að fara að keyra núna á Facebook hjá SSMVaF til þess að minna fólk á að versla heima í því ástandi sem er nú. Einar spyr hérna, hvaða sniði mælir þú með fyrir Instagram? Nú veit ég ekki hvort hann á við stærð eða hvað er. Ef þú ert að tala stærð, Einar, að þá kemur stærðin sjálfkrafa upp ef þú velur hérna Create a Design og Instagram Post, þá verður stærðin bara sjálfkrafa til og þú passar bara að myndin sem þú ert að gera fyll út í þetta. Þetta er 1080 sinnum 1080. Krista spyr hérna, hvað gerum við með málingarúluna fyrir ofan myndina? Skulum bara sjá hérna. Og þetta má bara alveg prófa sig áfram með. Þetta ef þú ert með form og vilt fylla út í það með einföldum hætti. Þannig að það er ekkert flókið og þú getur bara prófaði áfram með alla þessa fítusæði því þú skemmir ekki neitt. Það er alltaf hægt að byrja upp og nýtt og þetta er í rauninni bara þitt svæði, enginn sem sér það nema þú. Nú, þá er búið að svara öllum spurningum sem að komnar eru hingað til og ég ætla svona rétt í lokin að sýna ykkur aðra möguleika sem eru. Við förum hérna aftur inn í Create Design. Já, Einar segir hérna, var meina hvaða endingu. Ég myndi gera það, vista það sem JPG til þess að til þess að vista það síðan á Instagram. Ég ætla að sýna ykkur hérna líka, það er fullt af möguleikum hérna ef maður velur hérna í felliklukkanum hér og ég ætla að sýna ykkur til dæmis ef það eru einhverju sem eru með veitingastað eða einhverja veitingar, ef maður velur menu að þá koma upp hérna allskyns möguleikar og tilbúnir matseðlar og hérna gæti ég til dæmis bara fundið það sem að mér líkar við, hérna er ég, þú veist, með til dæmis morgunverð og breyti bara hérna og minnka aðeins textan til þess að hann passi hérna í reitin og hérna ætla ég að hafa matseðl og svo breyti ég bara vild. Ég get líka valið hérna þetta ef ég er með drykki og svo framvegis. Þannig að hér gæti maður tekið tilbúin matseðil og breytt skipt út myndum, tekið myndir af sínum eigin veitingum,
breytt letri, aðlagað sett í sína liti og svo framvegis. Fleira sem að gæti nýst væri hugsanlega bara hreinlega A4 blað. Ef ég vel hérna A4 dokument, þá kemur það sjálfkrafa upp í þeim stærðum, réttri stærð A4. Og hérna koma allskyns form sem að ég get nýtt mér. En svo við tökum til dæmis þetta hérna, Fast and Easy Energy Saving Tips. Ef ég með einhver til dæmis nokkur atriði sem ég vil leggja sérstaka áherslu á við mína gesti, segjum svo að ég sé með gistingu, þá get ég sagt til dæmis hérna, vinsamlegast ekki ég vil ekki að fólk stilli opnana. Hendið stubbum, kannski þetta hafa bara hérna sígarettu stubbum í stubbahús og svo framvegis. Eitthvað hérna. En þið sjáið hérna að kannski ágætt að þetta letur var að þið sjáið hérna að efið verður öðruvísi heldur en letrið sjálft. Þannig að hérna þyrftum við að breyta letrinu. Þannig að hérna gæti ég breytt ef ég væri með einhverjar húsreglur í íbúðunum sem ég að leigja til dæmis og svo framvegis. Þannig að hér er fullt af formum sem að væri hægt að nýta. Það er skemmtilegt að það er orðið heilmikið á íslensku myndum, þannig inn í grunnunum hjá þeim, svo við þekkjum þennan foss hérna. Og þetta til dæmis gæti verið sniðugt einhvers konar útfærsla af þessum ef við værum með einhverja tilkynningu, þú veist, lokað vegna COVID-19, þá er skemmtilega að geta setta upp á einhverja mynd, frekar heldur en að vera með bara venjulegt Word-skjal. Nú, annað sem ég ætla að sýna ykkur líka, svona kannski hafa það bara að síðasta, því síðan eins og ég sagði áðan, þá hvet ég ykkur til þess að prófa ykkur áfram. Það er ekkert hægt að skemma, þú veist, þið getið gert alls konar vitleysur og prófa bara hvað ykkur finnst virka best. En ég ætla að fara hérna í Create a Design og velja hérna brochure sem er bæklingur. Og hérna get ég tekið tilbúna bæklinga og aðlaga það mínum þörfum. Og ég get tekið til dæmis hérna þennan hér og hann er hérna með 2 síður, inn- og útsíðu, og ég ætla að hafa báðar síðurnar, þannig að þá kemur hérna upp framan og aftan á. Og hérna gæti ég breytt þessu. Sett bara hérna hestalegan gobbidi-gobb. Og minnka þetta svo, þannig að þetta raðist rétt inn í ramman. Svo hérna bara komdu út að leika eða hvert sem slagorðið mitt er. Svo get ég skipt hérna út mynd. Ég get farið hérna að hlaða inn nýrri mynd og ég ætla að taka hérna mynd af hestum. Og hún kemur hér inn. Svo dreg ég hana bara hérna inn yfir ramman eins og áðan og þá dettur hún hér inn. Og svo framvegis. Hérna gætu við þá með tiltölulega einföldum hætti útbúið bækling sem er þá í 3-broti ef að fólk vill láta prenta, eða þá að við gætum birtan á heimasíðun okkar sem rafrænan bækling. 2 hérna loka spurningar. Halla sig spyr, getur þú sýnt mér aftur hvernig þú lést kríuna falla inn í hringinn í auglýsingunni áðan? Já, alveg sjálfsagt. Ég fer hérna inn í Elements, smetla á það og til þess að setja ljósmynd inn, þá velja ég hérna
grids eða frames og ef ég vel hérna sjá alla ramma, þá sjáu ég get haft þetta í allskyns formi. Og ég ætla að hafa þennan ramma hér, hérna efst, svona, og til þess að setja sér myndina inn, þá smelli ég á uploads, því ég vil nota mínar eigin myndir og ég ætla að setja hérna mynd af veitingastað. Ég smelli einfaldlega á hana og svo dreg ég myndina yfir, þannig að voila, þetta er hún komin inn í formið. Þannig að öll þessi form, hérna gæti ég til dæmis haft sett mynd inn í teikningu af tölvu. Ég fer í uploads, vel myndina sem ég vil hafa, smetla á hana og dreg hana svo hérna inn í. Þannig að þá er hún komin hérna inn. Þannig að það er fjölmörg element til þar sem er hægt að setja myndir inn í. Meira sé hægt að setja myndir inn í stafi og eins og við sjáum hérna, inn í hjarta og svo framvegis. Síðasta spurning, Orri spyr, ég veit þú ert ekki grafískur hönnuður en ertu með einhverja meginreglur eða einhver algeng mistök sem þið hafið séð endurtekið. Nú er þetta náttúrulega, þetta er alltaf smekksatriði, en það sem að mér persónulega finnst skipta mestu máli er að passa sig að hafa ekki of mikið efni, heldur hafa þetta frekar einfalt, styttri setningar og einfalt efni og svo það sem er svona kannski atriðið er að mínu mati er að passa sig á því að við erum ekki með margar tegundir af letrum, eins og til dæmis að vera með þetta letur hér, svo ætlum ég að vera með þetta letur hér, svo er ég með, þú veist, að því mér finnst þetta allt svo flott letur og þá skipti ég þessu út hérna, ég ætla að hafa hérna þetta hér, þannig að þá verður þetta svona, þetta er stundum kallað fontafyllir í. Og svo það líka að passa að það sé samræmi í litum og svo framvegis. Þannig að þetta eru allt mjög mikil smekksatriði en svona einhverjar megin reglur ef ég ætti að nefna það væri það minna er betra. Passa sig að hafa samræmi í litum og myndum og halda sig við 1 eða 2 letur. Þannig að við séum ekki að fara á fontafyllir í. Björn Þór spyr hérna hvernig vinnurum með vídeó, við ætlum ekki að fara í það hér, en ég hveti bara til þess að prófa það áfram með það, því að það er tiltölulega einfalt og loka spurning af því hún er mikilvæg. Helga Þórdís segir hvernig setur texta inn, smetla á textreitin, velja hvort þú vilt hafa þetta stórt letur eða lítið eða hvað eða hreinlega nota hérna bara eitthvað sem er tilbúið. Við smetlum á það hérna og ég eyði hérna út úr þessum ramma, þetta er náttúrulega alveg hlaðið af dóti hérna, setja þetta hér, meðan að þetta er valið og þá vil ég breyta hérna litnum á þessu þannig að þetta verður hvítt og ég vil að þetta sé hvítt líka. Þetta er ein leið, svo vel ég hérna aftur text og ef ég vil setja bara venjulegan texta, setja hann hérna og við litin aftur vil hafa það hvítt og svo einfallega slægi ég textan inn hér. Og þennan reit get ég stækkað og minnkað að vild. Nú en þetta var náttúrulega bara örstutt kynning á því hvaða möguleikar Canva hefur og eins og ég sagði áðan þá hvet ég ykkur til þess að prófa ykkur áfram, finna út hvað passar ykkur best, jafnvel fá hönnu til þess að setja upp nokkuð form og sem þið getið svo breytt og aðlagað sem er einfaldasta leiðin. En það eru fleiri möguleikar og Björn Þór var að spyrja til dæmis hvernig unnið með vídeó en við förum ekki í það hér en hugsanlega væri það efni í aðra vinnustofu. En tíminn er hlaupinn frá okkur og þó við gætum verið hérna í allan dag þá er því mikilvægt að við vindum okkur í það sem er síðan hægt að gera með þetta efni sem er búin til hér. Og Ingi Vífill Guðmundsson frá Nýsköpunarmiðstöð, staðsettur á Sauðárkróki, ætlar að leiða okkur í allan sannleik það, hvernig við getum svo nýtt þetta efni á Instagram og Instagram Stories. En Ingi, gjör svo vel. Já, kæra þakki fyrir. Veitum við, ég orðin fullscreen núna? Ja?
Komið þið heil og sæl og Unnur, takk kærlega fyrir alveg frábæran fyrirlestur Canva. Eins og ég segi, ég hönnuður að mennt og hafði, ég skal bara játa það, ég hafði svolítið fordóma gagnvart Canva, en ég held að hafi aldrei verið jafn margir fordómar brotnir á jafn stuttum tíma á þessum fordómalausu tímum. Þannig að, og heyrðu, já, svo vil ég líka segja, ef ykkur ætlar að fara í rebranding og gera hestaleigun á gobbet í gobb, þá vinsalegast hringið í mig. Mér finnst þetta geggjað verkefni. En allavega, það sem ég ætla að, svona, og svona, það sem ég ætla að fjallum hér í dag aðeins Instagram og Instastory og skoða það sem verkfæri í markaðsstarfi. En aðeins sjálf mig, ég verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og mitt verkefni hefur fyrst og fremst verið að aðstoða frumkvöðla og sprotafyrirtæki í stafrænni markaðssetningu og markmiðasetningu og viðskiptaáætlunum og já, en allavega, þetta eru punktarnir sem við ætlum aðeins að kíkja á í dag. Fyrsta lagi, af hverju ætti fyrirtæki mitt að nota Instagram? Nú, Instagram griddið eða sjálfur Instagram prófílinn. Ég ætla að fara aðeins í gegnum Instastory og highlights. Svo ætla ég að tala aðeins millumerkin eða hashtökin. Því næst fer ég aðeins í nýjung frá Instagram sem var lansað í 2018 sem heitir IGTV eða Instagram TV sem eru svona fyrir live útsendingar og lengra efni. Fyrir ekki að ég truflaði það, sjást ekki hjá þér glærurnar, það hefur ekki virkað að deila skjánum. Bittu nú við. Þarna kemur það örugglega. Okay. Þú þarft að stilla á setja á stað. Já, súper. Virkar núna? Já. Kæra þakki fyrir. Svo, já, ég ekkert eitthvað brjálæðislega svona fjarfunda savvy, þannig að, en hins vegar eru snillingarnir hjá SSNVF með meira prófsgráðu í þeim fræðum, þannig að en allavega, það síðast sem ég ætla síðan að fjalla þessum eru svo mismunandi auglýsingar á Instagram og svona hvaða möguleikar okkur standa til boða í því. Nú, af hverju ættum við að hafa fyrirtækið okkar á Instagram? Nú, Instagram er í rauninni bara stöðugt stækkandi samfélagsmiðill sem notaður af mjög mörgum og mjög fjölbreyttum markhópum og það það sem mér finnst svona einn helsti kostur þessa fjölmiðils eða þessa samfélagsmiðils að notendahópurinn svo breiður og fjölbreyttur. Þannig að í gegnum þetta verkfæri getum við verið að hafa samband við fólk sem á öllum aldri á mismunandi stöðum. Nú, árið 2012 þá keypti Facebook Instagram sem gerði það verkum að Instagram varð líka hluti af þessu risastóra auglýsingakerfi sem Facebook og þar leiðandi eitt stærsta auglýsingakerfið á netinu í dag. Nú, mér finnst mikill kostur við Instagram hversu fjölbreyttar nálganir þessi miðill býður upp á í miðlun mynda og myndbanda og að sjálfsögðu hvað millumerkin eða hashtökin geta aukið þessa dreifingu bara svo munar. Þú veist, við getum verið að sækja inn á innlenda jafnt sem erlenda markaði í gegnum það að nota þetta dreifitæki sem að hashtökin eru eða millumerkin. Nú, annað sem langar til að tala líka að þegar mörkun fyrirtækja eða branding, það sem talað orðið verulega fjölþætt og flókið og marglaga samband, þá eru samfélagsmiðlar farnir að skipta meira og meira máli og þessi myndræna nálgun sem við nýtum okkur á þeim samfélagsmiðlum farin að skipta alltaf sífellt meira máli. Af því að eins og sá tími þegar
hvað að segja, logo og letur var branding fyrir fyrirtæki, sá tími rauninni liðinn, þú veist, við sjáum fyrirtæki okkar speglast í rauninni branding fer fram á öllum miðlum í öllu samhengi. Nú, ég hef verið mjög ánægður með Instagram að þeir hafa haft puttan á púlsinum hvað varðar stefnur og strauma í internethagkerfinu. 2016 þá kynntu þeir til sögunar Insta Story sem við ætlum að fjalla þessum seinna í dag og Live Stories var kynnt inn stuttu síðar sama ár og 2018 settu þeir svo fram IGTV sem þá í rauninni líka möguleiki til þess að koma af stað stærra eða lengra efni og flóknara efni með meiri pródúsjón á bak við sig. Nú, en eins og með alla samfélagsmiðla að eins og við munum að gerast með MySpace og gerðist með nú mér ekki hugmynd annar, en gerast alltaf með MySpace að það ákveðin lífkurva á öllum tíma en eins og virðist vera þá algjörlega óvíst hversu lengi Instagram mun lifa af því að það virðist bara vera sá hópur sem að nýtir sér þennan miðl virðist bara vera að stækka og stækka. Nú, eins og við sjáum ég tók fram, fann smá tölur hvernig dreifingin á Instagram-notendum aldurslega í heiminum með við janúar 2020 og þá sjáum við að stærsti aldurshópurinn sem að nota Instagram eru 25-34 ára, fylgt eftir af 18-24 ára, en eftir það koma svo fólk milli 35 og 44. Þannig að hópurinn sem og í byrjun svona í árdögum Instagram þá var þá var þetta hlutfall töluvert öðruvísi, þá var stærsti hópurinn 18-24 ára og svo fór það aflíðandi þar út frá. Þannig að hópurinn að stækka. Jú, og í rauninni og þessar tölur eins og renna við frekari stóður undir það að það var í janúar 2019 að þá fóru notendur yfir 500 milljónir og ef ég man rétt þá var það í ár sem það fór yfir eitthvað aðeins meira. Nú allavega, en í þessum verkfærakassa sem Instagram þá ætlum við aðeins að skoða svona hvaða verkfæri standa okkur til boða. Og það eru þessir hlutir sem ég ætla að tala um hér, það Instagram gridið eða prófílinn, Insta Story og Highlights, millumerkin, Instagram TV og svo auglýsingarnar á Instagram. En áður en við förum lengra þá ætlum ég aðeins að sýna þessar sviðsmyndir sem við erum að horfa á innan Instagram. Ég ætla ekki að fara í svona step by step hvernig við förum í það að posta og í gegnum þetta allt saman ég ætla meira bara að benda ykkur á feed og svona og svo ætla ég að tala um svona notkunar möguleika. En rétt eins og Unnur sagði þá langskemmtilegasta og langáhrifaríkasta leiðin til að ná árangri á samfélagsmiðlum learning by doing. Þannig að og það með þetta eins og allt annað maður sökkar í þessu í fyrstu og svo verður maður bara svona gradually betri í því. Nú en fyrsti flipin eða fyrsti reiturinn sem að verður litast sem sagt póstur inn á feedinu. Það að segja þegar þið opnið Instagram þá þetta viðmótið sem að þið fáið. Hér eru sem röða póstum. Nú, þegar þið smellið hér í hornið, þá komist inn á prófílinn ykkar sem myndi þá líta svona út ef hann væri tómur. Við myndum leggja okkur fram að hafa þennan svolítið lýsandi og ég hvet ykkur til að skoða það í lok flærupakkans míns. Þá ég með hlekki á fyrirtæki íslensk fyrirtæki sem ég finnst standa sem mjög vel á Instagram og skráðir þáttakendur hér í dag þeir fá sendan hlekk með þessum flærupakka og með þeim spurningum sem ég fer í dag og sem leist þessa hlekki. Nú en við leggjum okkur fram að
hafa gott og lýsandi efni í þessum hérna glugga. Við erum sjálfsögðu með mynd, hér algengt að við sjáum logo fyrirtækisins eða einkennismynd frá fyrirtækin okkar. Nú heimasíða og aðeins hérna fyrirtæki okkar myndum við setja hér. Augu mín hafa opnast í sífellt meira mæli fyrir hversu mikilvægt það að nota lindistákn eða emoji og hérna í flestum tilfellum þá myndi ég segja less is more nema í þessu tilfelli. Ég afar hrifinn af því að nota lindistákn í slíku. Nú, en við höldum áfram, við ræddum story áðan og það aftur inn á feedin okkar að ef við ætlum að bæta við story, þá myndum við fara hér upp í þennan flipa, hér væri prófílmyndin okkar og færum í þennan plus og þá kemst við inn í viðmótið til þess að geta sett inn story og þessi story við höfum möguleika á því, þar að segja þessi story, þessar sögur sem við setjum inn, við höfum möguleika á því að safna þeim saman í ákveðin sarp sem kallaður highlights og þeim hægt að safna saman hérna. Nú, ef að okkur tekst vel til á samfélagsmiðlunum, þá erum við að sjálfsögðu að fá fullt af likes og share og allt þetta dót. Og það getum við séð, þar að segja við getum séð virknina á prófílnum okkar hér inni á, ef við ýtum hér á hjartað, þá getum við séð það samtal sem að eiga sér stað við notendur. Og svo kemur að sjálfsögðu að aðalfunksjóninni á þessum miðli sem að sjálfsögðu að byggja upp Instagram grid eða Instagram prófíl og það gerir þið með því að fara hér inn á þennan hér og eftir það tekur við viðmót þar sem að þið veljið filtera og bætið við texta og fleira slíkt en eins og ég segi, ég tel að flestir hér hafi ágætis þekkingu á því og hérna að öðrum kosti þá bara learning by doing og ég hvet ykkur til að halda áfram að prófa það. Nú, en Instagram griddið eða prófílinn, þetta náttúrulega fyrirbæri sem hefur tekið alveg gríðarlegum breytingum síðastliðin ár, byrjaði sem svona frekar, einfalt fyrirbæri þar sem fólk setti í rauninni bara inn myndir af því sem var að gerast og myndir af líðandi stund og svona hin og þessu. En á seinni árum þá hefur komið töluvert meiri hönnunarhugsun inn í þetta þar sem við erum að horfa á það, við erum að internetið gerir, neytendur gera kröfur betur unnið efni þar sem það eru meiri gæðakröfur. Þannig að það eru ýmiss konar möguleika sem okkur standa til boða. En allavega, þetta í rauninni bara fyrirtækið okkar í myndum. Og Instagram griddið farvegur fyrir mjög frjóa og mjög skapandi markaðssetningu, sérstaklega, byrjum við hér á. Afsakið hérna. Svona. En eins og ég segi, þetta getur verið farvegur fyrir mjög frjóa og skapandi markaðssetningu. Og það sem ég hef tekið eftir að eru einkennin á góðum Instagram prófílum að þeir eru annars vegar rit og myndstíðir, þar að segja að það unnið eftir ákveðnum þemum. Þeir eru í háum myndgæðum, þar að segja að það lagt mikið í myndatökuna. Þeir eru með frekar fasta myndapalettu eða litapalettu og efnistökin eru frekar þematísk. Annað sem ég tekið eftir að þeir sem hafa náð góðan tökum með þennan miðil að
innri virkni miðilsins þetta frekar frjónotkun á því eins og það tekið eftir, það er hægt að gera svona, það er hægt að slæta á milli mynda, það er hægt að gera margar myndir saman og slæta á milli og það er hægt að gera þannig að það sé samfella á milli myndana, verið þar leiti svona panoramamynd, það er að segja þeir sem að nota virknina með frjóum og skemmtilegum hætti. Nú og að sjálfsögðu í lokin góð og lýsandi highlights sem ég nefndi fyrr, það er eitthvað sem ég hef tekið eftir líka. Ok, afsakið. Ég sé að hljóðið vist að detta eins út hjá mér, en sýnum mér smá biðlund með það, til að sjá hvort ég geti. Ok, ég skal bara sjá hvort ég geti svona. Og sér. Og góð og lýsandi highlights. Og ég ákvað að taka hér 2 dæmi prófíla sem mér fundust mjög góðir. Það er annars vegar Pennin Eymundsson og svo Kattakaffihúsið, sem er kaffihús í bænum. Og þarna myndi ég segja að þarna væri þessi notkun á Instagram-grittinu mjög svona konsistent og góð. Og í rauninni svona, það er gegnumgangandi sami stíll í gegnum allt, eins og með Kattakaffihúsið. Þeirra efnistök eru frekar svona straight forward, það eru kettir og kaffi. Það er það sem prófílinn fjallar Og sama skapi eins og með Pennin Eymundsson, þá er þetta að blanda saman þessum 3 aðal efnistökum sem eru þá náttúrulega bara bækur og kaffi og bókmenntir sem eru náttúrulega þeirra aðalsmerki. Þannig að ég finnst þetta einmitt svona dæmi mjög góða notkun á þessu, sko. Og eins og ég segi, nú eru eflaust margir sem hugsa með sjálfum sér, ó Guð, ég á aldrei eftir að geta gert svona gott. En hins vegar þá er hérna með nokkrar pælingar sem við getum svona stutt okkur við. Þegar við erum að fara að skoða þennan miðil, þá þurfum við svolítið að velta fyrir okkur líka hvaða myndefni er það sem að reksturinn okkar býður upp á. Og þarna segi ég alltaf, það er mjög góð hugmynd að skrifa hluti niður og hafa það á blaði fyrir framan sig. Önnur góð spurning sem ég finnst gott að spyrja mig, hvaða hagnýtu upplýsingar er það sem við getum veitt viðskiptavinum okkar? Og eins og ég segi, hér er gott að muna að orðið hagnýtar upplýsingar er frekar sveigjanlegt hugtak. Svona myndir af köttum myndu flakkast þar undir sveigjanlegt hugtak. Nei, undir hagnýtar upplýsingar. En hvernig getum við skipulagt okkur fram í tíman? Það er annað sem er mjög gott að hafa leiðarljósi þegar við erum að vinna, að þegar við erum að vinna á þennan hátt að skipulag skiptir mjög miklu máli. Og það er til dæmis hægt að nota Facebook Creator Studio, sem er funksjón innan Facebook sem sem er verulega góð að nota. Annað forrit heitir Buffer og Later, ef ég man rétt líka. Og þetta eru funksjónir sem, og ég set þessa hlekki hérna aftast í slæðsýningunum mína, þannig að þið getið tjekkað á því. En hver getur svo hjálpað mér? Og við skulum heldur ekki gleyma því að enginn maður er eyland og það er því mjög gott að einmitt bara spyrja aðra álits á því sem maður er að gera. Það eru iðulega aðrir aðilar innan fyrirtækisins sem að hafa annarkost skoðun eða þekkingu þar á. Þannig að og svo að sjálfsögðu, það er náttúrulega fjöldi stofnana og fyrirtækja sem að bjóða upp á aðstoð við þetta suma hverja endurgjaldslaust, bæði mín stofnun og SSNVAF líka. Og svo að sjálfsögðu, ef þessi þekking eða færni er ekki til staðar, þá er alltaf þetta í einstakling fyrirtæksins, þá er náttúrulega alltaf þetta outsourca og leita tilboða annar staðar. Instastory og highlights. Það er það næsta sem ég ætla að tala eins og það er eins og við sjáum hér, það er þessi
þessi hérna funksjón hér uppi. Nú, en þetta eru myndir og stutt vídeo úr fyrirtækinu eða frá vörumerkinu og sem að hámarki 15 sekúndur. Þetta nú við. Já, og ég held jafnvel að klukkan 14, ég svara hér Einari, klukkan 14:30 þá ætla ég að gera hlé og hérna svara nokkrum spurningum í svona 10 mínútur, give or take, og svo tökum við okkur spurningahlé hérna í lokin líka. Af því að hérna, og ég kannski bara hafa þetta svona. Herru, já, myndir og stutt vídeo fyrirtækjum að hámarki 15 sekúndur. Þetta farvegur fyrir samtal fyrir viðskiptavini, þar að segja að þetta verkfærið þar sem hægt að tala, við eiga í interaktion við viðskiptavinina. Það að deila efni frá notendum og gefa því þannig meiri líftíma og síðan sýna fram á, til dæmis eins og svona, þetta mjög gott verkefni til að sýna fram á social validation, svona varan okkar nýtt. Og ég hef sett hérna saman nokkra punkta sem að mér finnst einkenna góð Instastory og þau eru í fyrsta lagi með áhugaverð efnistök fyrir markhópinn. Þau eru hnitmiðuð, vel tekin og yfirleitt í háum myndgæðum. En það ætti nú ekki að vera vandamála því að snjallsímar eru almennt orðnir svo góðir í dag, þannig að hérna, það ætti ekki að vera vandamálið. Nú, en góð Instastory þau hvetja til samtals við viðskiptavinin og aftur þau nýta emoji, filtera, stickera, sem eru verkfæri sem að halda áfram að drífa þetta samtal. Jú, ég skal gjarnan tala fleiri aðganga á eftir, það lítið mál. Og mér langar að taka hér 3 dæmi sem að ég tók bara af íslenskum reikningum sem að eru meðal annars í þessum lista sem ég sett síðast í kynningunni. Og það annars vegar lýsi, hrím og ilmkandlus. Þetta eru reikningar af mismunandi stærðargráðum, allt frá 1000 upp í 20.000 og undir. Þannig að og það sem ég mjög áhugavert við þessa prófíl, eða við þessa story, að þau eru með frekar, hvað að segja, auðveldum hætti að drífa þetta samtal við notendur. Það að segja, eins og í fyrstu, þá í rauninni bara, það bara eitt sem hægt að gera, það bara já eða nei. Og að sama skapi eins og hérna í 3. dæminu, þá það hérna nýtt til þess að deila aftur efni frá notendum. Aftur, það eru límmiðar, stickers og texti. Ég hef líka tekið eftir að það þessi funksjón sem heitir See More sem gefur þá að verkum að við getum hlekkjað inn á annaðhvort vefsvæðið okkar eða heimasíður. Og þessi funksjón í boði fyrir reikningar sem eru með, það annaðhvort í rauninni 20 í boði, reikningar sem eru það sem kallar verified, það eru reikningar sem eru með yfir 10.000 fylgjendur eða meira, eða reikningar sem hafa sett inn IGTV, hafa notað IGTV eða Instagram TV. Þannig að ef þið viljið prófa að setja inn svona See More-na, þá hægt að gera það í gegnum að setja inn Instagram TV. En ég mun fjalla aðeins betur það eftir. Nú, rétt eins og ég nefndi áðan, þá sem sagt hægt að safna þessum stories saman í það sem kallað highlights og þetta getur verið mjög dýnamískt og gott verkfæri í svona, heildarbranding á fyrirtækinu. Ég tek hér 3 dæmi sem ég þótti gott, aftur kattakaffihúsið, þetta eru kettir og kaffi, það bara það sem ég að gera.
En þið takið þeim líka eftir því að hér eru settar einkennismyndir fyrir hverju og eina story, eða fyrir hvert og eitt highlight, og þetta eitthvað sem að þetta eitthvað sem að gefur prófílnum afar rosalega góða, svona gott heildar yfirbragð. Að sama skapi eru eins og hjá Byggðastofnun, þar eru myndirnar ennþá meira lýsandi, og svo eins og hjá Kringlunni þá eru náttúrulega textar undir sem eru lýsandi fyrir það sem að highlightin snúast Sný aftur að því að inn í Canva þá eru bara verkfæri til þess að búa til þessa mappa. Þannig að ég hvet ykkur eindregið til að halda áfram að vinna þess með Canva. Aftur, nú eru sennilega margir sem að hugsa, hjálpi mér, ég á aldrei eftir að geta gert svona. En ótstegi þetta er ekki svo slæmt. Það sem við getum gert þegar við erum að feta okkar fyrstu skref í þessu, það er annars vegar að æfa sig í að taka myndir og myndbönd og vera svolítið, hvað er það að segja? Ég vil segja frekar að vera svona andlega undirbúin fyrir það að stunda þennan miðl. Það er að segja, vera tilbúin með símann, prófa sig áfram, fá feedback frá öðrum. Þannig að, og eins og ég segi fyrstu myndböndunum og fyrstu storyunum, þeim er yfirleitt ábótavant. Það er að segja, maður er yfirleitt frekar lélegur í því í byrjun, en þegar æfingin skapar meistarann og þannig að það gengur betur því ofta sem maður gerir hlutina. Og einmitt þetta prófa sig áfram með filtera, stickers og aðra virkni. Nú, myndvinnsluforritið Canva er mjög gott verkfæri fyrir það. Það næsta sem ég langar til að nefna svolítið er að það er mjög gott að setja sér markmið hvað þetta varðar. Þeir reikningar sem hafa sem text, eða þeim reikningum sem tekst að drífa hvað mesta neytendavirkni í gegnum þennan miðil eru reikningar sem að setja inn reglulega og eru með gott tempó. Það er að segja, ef við setjum okkur og þegar við erum að byrja þá getur svona einhvern veginn það getur verið kannski svolítið yfirþyrmandi að ætla að einsetja sig það að ætla að setja inn á hverjum degi og margar sögur á hverjum degi og hvað það gerist ekki neitt í fyrirtækjunum okkar sem er vert að segja frá. Þá hef ég alltaf sagt að það er mjög gott að setja sér markmið í þessu samhengi, taka, segjum sem svo að maður myndi byrja á að posta á prófílinn einu sinni í viku, 2 í viku og að sama skapi gera story einu sinni í viku, 2 í viku og alltaf fylgjast með hvað er, af því að það er beauty við það að æfa sig, er að, og sérstaklega ef maður hefur það hugarfar, að reyna að, hvað er það að segja, reyna að, þið afsakið þannig að chatklukkin er hérna og ég fýbast svolítið auðvitað, þannig að þið bara, þið takið tillit til þess. En sem sagt, í gegnum það að æfa sig, þá fær maður alltaf annað tækifæri til þess að skoða hvað get ég gert betur. Og það er einmitt það sem að, eitthvað sem ég finnst skipta mjög miklu máli, að maður hafi þetta hugarfar. Þetta er ekki all or nothing leikur, þetta er spurningum að æfa sig og verða betri, bæta og vaxa. Og aftur, ég seti hérna inn síðasta punktinn, hver getur hjálpað mér? Og aftur, engin maður er eyland, samstarf er að vinna góða. Það eru mjög margar sögur það að innan fyrirtækja þá sé ákveðin teymi sem að sjá ákveðna hluti. Við sjáum það líka að svona prófílar séu látir flakka á milli starfsmanna í fyrirtækinu. Þannig að það er ýmislegt í boði. En þá ætla ég bara að taka smá spurningasessjón í svona 10 mínútur og bíddu nú við. Og við byrjum hérna að detta eins út þegar ég hreyfi mig. Afsakið það.
ekki hægt, Einar spil til spyr, ekki hægt að vera með 2 aðganga Instagram, það að segja 1 fyrir sig og annan fyrir til dæmis fyrirtæki? Jú, það mjög auðvelt að vera með slíkt og ef ég stekk hér aftur í þetta hérna. Þegar þú ert með fleiri prófíla þá hægt að stjórna þeim hérna og flakka á milli reikninga ef þú ferð hérna upp í usernameið og þá kemur hér niður felliflipi þar sem hægt að hérna velja þá nýjan reikning. Chatið hvarf hjá mér. Afsakið þetta, hvað ég mikið risalega með þetta, en ég sé hérna, þessi highlights, hvað það? Ég finn það ekki undir your story, segir Einar. Heyrðu, við förum aftur hér. Þetta semst, þegar Instagram opnað, þá það þetta hérna viðmót sem að tekur á mótið þér, þá þessi hérna gluggi eða þessi hérna flipi litaður og að sama skapi þá myndir við fara hér inn til þess að fyrirgeðu, ég ekki að deila skjánum. Þetta nú við. Ég ætla að fá að endurtaka af því að hérna chatið nefnilega hverfur út hjá mér þegar ég sér að skjánum. En þá sem sagt til þess að bæta inn story, þá það hér í gegn. Byttu nú við. Q&A? Ég mæli með að þið notið frekar hérna Q&A af því að hérna ef þið með spurningar frekar en chatið. Þá hægt að fylgjast með því hvað komið inn og hérna hvað fer út, sko. Nú, en, jæja, við skulum þá bara vinda okkur hérna áfram. Og svona. Þannig að við höldum áfram með bara hérna og byrjum að skoða myllumerki. Myllumerki eða hashtags alveg frábær leið til þess að koma prófílum sínum og efnum sínu á framfæri og ennfremur ná til viðskiptavinna sem að vissu ekki af þér en bæði innlendra sem erlendra. Nú, myllumerki geta verið verkfæri til þess að sækja inn á markaði erlendis eða jafnvel til erlenda markaða hérlendis, til dæmis ferðamenn. Það að segja að það mjög algengt, við sjáum það mjög algengt að þegar fólk að leita að hlutum tengdum til dæmis eins og Íslandi, þá fólk að nota myllumerki til þess að leita eða komast að því. Og ég vil segja að það sé ákveðin list að nota viðeigandi myllumerki af því að það ber stundum svolítið á því að fólk sé að setja, maður sér það ofta fólk sem að posta setja inn mjög mikið af myllumerkjum bara til að nást til sem breiðs hóps eða sem breiðasta hóps og þetta getur stundum orkað tvímælis af því að
ef maður, já, það getur orkað tvímælis af því að maður nær kannski ekki alveg að, það nær ekki alveg í mark, sko. Nú, en annað sem með myllumerkin að mörg fyrirtæki þau geta eigna sér ákveðin myllumerki, til dæmis til að fylgjast með umræðu og nota þá myllumerki sem hluta af þessum vexti vörumerkisins og eða til dæmis til að vera hluti af eða taka þátt í samfélagsumræðu. Ég tek sem dæmi þetta nýlega, ég hlýði víði, sem náttúrulega í algreimingi núna. Nú, myllumerkin hægt að fella inn í textalýsinguna og setja þau annaðhvort í lok textans, eða setja þau til dæmis í lok textans, eða það líka hægt að hafa þau sem efsta komment í prófílnum, þar að segja þegar þið eruð búin að posta mynd á Instagram, að þá hægt að setja myllumerkin sem efsta kommentið og þá eru myllumerkin ekki inn í lýsingunni á myndinni, heldur en fylgja samt myndinni. Og þessi virka bæði inn á Instagram posts og líka inn á Insta Story. Og mér langar aðeins að sýna ykkur hérna aftur 3 dæmi hashtag notkun og ef við rýnum aðeins, það annars Lýsi, Living in Iceland og Visit Skagafjörður. Og mér langar einmitt að sýna ykkur hérna ágætis dæmi það. Ég veit allir hérna eins og Visit Skagafjörður, það hefur verið nýtt svolítið til þess að safna saman allri umræðu ferðaþjónustu í Skagafirði. Þannig að þegar það farið í gegnum Visit Skagafjörður, þá hægt að nálgast allar þær myndir sem eru merktar því. Og þetta mjög gott verkfæri, til dæmis í markaðslegum tilgangi til þess að safna efni saman. Annað sem ég langar til að benda á að í gegnum það að nota til dæmis eins og mjög breiða púlju af hashtökum, þá líka hægt að ná til mismunandi markhópa. Ef við rýnum bara eins og í þetta hérna, að street photography, það myndi höfða þá til fólk sem stundar götuljósmyndun, architecture photography, það væri þá sennilega til arkitekta sem væri að leita að því. Reykjavík, Iceland, það væri þá sennilega fólk sem væri annarkvort að ferðast til Íslands eða á leiðinni til Íslands eða þætti hreinlega bara gaman að horfa á myndir af Íslandi. Þannig að í gegnum þennan stóra stakk af hashtökum þá getum við verið að tengjast mjög mörgum samfélögum og fengið mjög mikla dreifingu á myndirnar okkar. Nú, að sama skapi, hvað ætla ég að tala hér? Jú, að sama skapi þá líka hægt að nota hashtökin einmitt í þessum tilgangi að marka svolítið þá umræðu sem vörumerki vill tengjast. Það að segja, hér erum við að tala eins og hér Lýsi sem með fæðubótavöru og sú umræða sem þetta vörumerki vill fá að tengjast snýr að wellness, snýr að fitness. Þannig að það í gegnum þetta hægt að búa til svolítið gott ský af orðum sem og þar af leiðandi svolítið stór púlja af umræðum sem hægt að tengjast. Nú, við langar til að hérna chatið. Ok, ég sé að það að berast inn spurningar og ég að hugsa að við tökum kannski bara svona síðustu 10 mínúturnar í það. Ég á svona það vel 10 mínútur eftir af spjalli í glærum og svo skulum við bara taka nokkrar spurningar. Þannig að endilega bara skrifið hjá okkur spurningar eða þið getið sett þau inn á chatið og ég skal svara þeim eftir bestu getu þegar
þegar ég klára hérna glærurnar. Þið sjáðu ég hérna á það til að fipast þegar ég mikið að stökkva á milli. Nú, en allavega, Instagram TV eða IGTV var lausn sem að Instagram sett á stað þarna 2018 sem var í rauninni skilgetið afkvæmi hérna Instagram Stories sem voru þá í sama en önnuðu þeirri eftirspurn að geta sett út lengra og fjölbreyttara efni með á öðrum forsendum. IGTV eða Instagram TV unnið úr sér appi sem heitir bara inn í App Store og Google Play, heitir IGTV og það hægt að deila því áfram á Instastory með mjög auðveldum hætti. Kosturinn við þetta að við getum boðið viðskiptavinum okkar og mögulegum viðskiptavinum lengri útsendingar og lengra efni og tendensin í dag sem ég hef séð, ég náði nú ekki að finna það rosalega mikið af dæmum íslensk fyrirtæki sem nota Instagram TV en þau eru samt fjöldamörg og ég tók bara þessi 2 dæmi að það eru til dæmis eins og 8 þættir. Þarna fyrirtæki sem að setja út skemmtiþætti og að gera frekar langa þætti og þau eru að setja það út á Instagram eða IGTV. Að sama skapi 101 Radio, þau nota IGTV með mjög virkum hætti og eru þá að setja til dæmis eins og fréttir vikunar eða aðra þætti sem þeir eru svo að gefa annað líf á öðrum miðlum. Nú, mig langar til að spjalla aðeins auglýsingar á Instagram. Auglýsingakerfi Facebook náttúrulega eitt það stærsta á netinu í dag og eftir að Facebook keypti Instagram þá datt Instagram náttúrulega inn í það kerfi líka. Nú, það hægt að velja ýmsa valkosti birtingar í gegnum Facebook Ads Manager og ég hvet fólk eindregið til þess að skoða, sækja Facebook Ads Manager í símann til dæmis eða snjalltækið og af því að það gefur mjög góða yfirsýn yfir alla auglýsingamöguleika og en annars virkar það bæði í desktop og síma. Nú, önnur gerð auglýsinga sem hefur vakið mjög mikla athygli að sjálfsögðu áhrifavalda auglýsingar. Það hefur verið mikið rætt það að það sé mjög mikilvægt að þegar að ræða samstarf samstarf eða greiddar auglýsingar þar sem fólk sem hefur mjög marga fylgjendur á Instagram fær vörur eða greiðslu í skiptum fyrir að kynna vöruna eða sýna með í ákveðnu samhengi. Það mjög frekar ströng löggjöf það að það skuli vera merkt samstarf eða ad og hvetji fólk til þess að fylgja þeim reglum í hvívetna. En ef að maður nýtir sér áhrifavald til þess að auglýsa vöruna sína, þá mjög mikilvægt að það sé merkt samstarf eða hashtag samstarf eða hashtag ad. Mér langar til að ræða eins líka það sem fyrirbæri sem kallað micro-influencers. Og micro-influencers fyrirbæri sem að vera sífellt meira áberandi í áhrifavalda markaðssetningu en áður fyrr þá sáum við það að áhrifavaldar, fólk sem að nýtti sér áhrifavalda í markaðssetningu var að nýta sér áhrifavalda sem voru með 10, 20, 30 og upp úr 1000 fylgjendur. En við erum að sjá það í auknum mæli að fyrirtæki sé að nýta sér áhrifavalda sem eru þá með færri fylgjendur. Þá að tala svona 1000
og þar í kring og jafnvel upp að 5 og 7.000. Það verður það sem eru kallað micro-influencers og það er mjög algengt að fyrirtæki séu að nýta sér þessa influencera og það enn fremur þetta oft fólk sem hefur sérfræðiþekkingu á ákveðnu sviði. Ég nefni eins og bara eins og með bara snyrtivörur til dæmis að þá væri það segjum einhver influencer sem að farða, eins og leikhúsmakeup eða eitthvað þannig. Þá væri hægt að láta viðkomandi hafa vörur í skiptum fyrir það að viðkomandi fjallaði vöruna. En það er mjög mikilvægt að brýna fyrir stórum influencerum jafnt sem micro-influencerum að merkja myndir sem samstarf eða það eru ég set aftast í kynninguna mína nokkra hlekki sem annars vegar inn á Facebook Creator Studio og allir sem hafa skráð sig á ráðstefnuna fá sendan þennan glærupakka með WeTransfer hlekk, þannig að þá getið þið gaumgæft þetta aðeins. En þá ætla ég bara aðeins að kíkja á spurningalistan. Og Einar spyr hér, með hvaða útgáfu Instagram mælir þú, business, professional eða ég myndi allan daginn mæla með því að við værum að nota business profil. Hann býður upp á það að við séum að vera með auglýsingar, við getum verið með það eru rauninni mikið fleiri möguleika sem okkur standa til boða með business profil og því breytt undir settings. Og því semst breytt undir settings. Bittum við, heyru. Ég í vandræðum með, og Toppa spyr ég í vandræðum með importa úr Canva yfir í Instagram, til dæmis highlights. Já, bittum við, það nú kannski, ég þarf. Jú, semst þegar þú ert að importa úr Canva yfir í Instagram, þá myndirðu velja að ef þú ert að vinna á tölvunni til dæmis í Canva, þá myndirðu senda myndirnar úr tölvunni yfir á símaðinn. Þú getur sendt sjálfur þér þar á Messenger eða nota Google Drive eða eitthvað þannig. Og því næst myndirðu fara hér undir New og þá birtist þér viðmót þar sem þú getur bætt inn þeirri mynd. Þá myndirðu fara inn í bara vistaðar myndir á símanum og þá kemur inn viðmót þar sem þú getur bætt því inn. Lár, býtum við. Hvað stendur hérna? Hægt að gera sér hashtaglista sem maður getur kópíað í einu, mikil vinna að slá alltaf inn. Jú, ég hvet ykkur svo sannarlega til þess að einmitt gera það, að vera með það til dæmis þegar við erum að vinna í símanum eða á iPad, þá þetta að vera með bara búin að skrifa inn fastan hashtaglista, bara til dæmis eins og inn í notes og hafa hann þar. Segjum sem svo, ok, ef við tökum til dæmis bara eins og hestaleguna Gobbidi-Gobb sem við ræddum hérna áðan, sem ég vona svo sannarlega verði til einn daginn, þá hægt að vera með einhvern kjarna af hashtagum sem væri þá horses, hashtag Icelandic horses, hashtag writing in Iceland, eitthvað þannig. Og svo var hægt að bæta við og taka frá eftir því sem hentaði hverju sinni. Segjum svo að þau væri þá með eins og bara þýskan hóp, þá var þetta að bæta við nokkrum hashtagum sem væru á þýsku, sem dæmi.
Magnús Einarsson spyr: Hvað myndir þú ráðleggja að gera með Instagram fyrir viðskiptahugmynd þar sem fleiri en ein ólíkar þjónustur vörur í boði? Vera með allt efni á sama reikning eða hafa reikninga fyrir hvern þátt fyrir sig? Hugsað frá því að markhópur gæti orðið ólíkur. Þetta góð spurning og ég get ekki sagt að það sé einhlítt svar við þessu. Það ræðst svolítið af því bara hvaða yfirbyggingu þú ætlar að hafa með, segjum að þú sért með eitt vörumerki sem með mjög margar mismunandi vörur sem kannski tengjast ekki innbyrðis en eru með einhvern rauðan þráð, þá meikar alveg sens að vera bara með einn reikning. En hins vegar, ef þú ert með mörg sjálfstæð vörumerki sem eru þá með undirgreinar eða mörg sjálfstæð vörumerki sem eru algjörlega óháð hvert öðru og það engin rauður þráður sem tengir þau saman, þá myndir þú náttúrulega vera með mismunandi reikninga. Ég vona að þetta svari spurningina. Endilega skrifa aftur ef að það eru fleiri spurningar sem vakna. Nú, hvað var aftur Facebook Business Creator Studio? Já. Facebook Creator Studio verkfæri þar sem þið getið stjórnað öllu efni á bæði Facebook síðanum ykkar og á Instagram síðanum ykkar. Þá mikilvægt að þið séu búin að tengja saman tengja saman Facebook-reikningin og Instagram-reikningin. Það að segja og þið getið gert það til dæmis þegar þið eruð að posta á Instagram og í lokaferlinu, þegar þið eru búin að setja inn textan og búin að setja inn hashtaginn, þá lítill flipi sem heitir Share to Facebook. Ef þið hakið við hann, þá farið inn í ferli þar sem ykkur boðið að skrá inn Facebook notanda upplýsingarnar ykkar og þá komist inn í það ferli. Þá þið búin að tengja þetta tvennt saman. Veitum við hver var... Og sem sagt í gegnum Facebook, í gegnum Business Creator, þegar við sjá hvað þetta sé hérna, Creator Studio og ég sendi það sem business.facebook.com Creator Studio og þar, ef þið farið inn á það, þá farið þið beint inn á þær viðskipta, það að segja hún fer beint inn í page formatið hjá okkur. Þannig að ég vona svarið því og hún segir hérna, eru þetta ekki mjög mörg hashtag á þessum dæmum? Þú sagðir eitthvað áðan að það væri ómarktækt að vera með mörg eða miskildi ég? Jú, það er alveg rétt sko. Rétt eins og ég sagði í byrjun þegar, eins og ég sagði, það ákveðin listgrein að nota hashtag. Af því að segjum sem svo að ef við erum að setja inn mjög mörg hashtag sem eru kannski á mjög breiðum grundvelli, þá vissulega fær myndin meiri dreifingu. Hins vegar, ef við erum að nota svona mörg hashtag, myndin að fá dreifingu inn á þau svæði þar sem við viljum. Skilurðu? Og eins og í þessum dæmum sem ég tók, þá þessi hashtag thematíst inn á því svæði sem við viljum að þau séu. Það að segja, eins og með lýsistæmið, að þá sneri þetta allt saman að wellness, inn að health, inn að því að rækta líkamann, að líkamlegu og andlegu jafnvægi. Þannig að þetta sneri allt svona, að því sama. Þannig að, hvort það sé betra að nota mörg eða fá hashtag, við því í rauninni ekkert einhlítt svar. Þannig séð,
það eina sem ég getur rauninni bara bent á að þessi hashtag sem þú ætlar að nota séu thematískt inn á thematískt inn á sviði sem að tengjast myndinni. Ég vona að þetta svari spurningum. Finnst engum þetta of mikið, segir Orri. Ég verð að segja fyrir mig til dæmis, ég nánast að gefast upp og horfa á YouTube vegna auglýsinga. Auglýsingar eru byrði kapitalismans. Það það. Og getur þú sagt aftur hvernig þú sendir mynd úr Canva og yfir í Instagram eða Facebook? Mér hefur þótt mjög góð leið að einfaldlega senda sjálfum mér myndirnar á Messenger. Ég geri það mjög mikið að sem sagt, ef ég þarf að koma mynd úr Facebook eða af tölvunum minni yfir í síma minn, að þá sem sagt bara skrifa ég sjálfum mér skilaboð á Messenger og sendi sjálfum mér myndina og fæ hana síðan í síma. Það hröð og auðveld leið til að koma myndum í þessar áttir. Einar spyr, mælirðu með kostuðum auglýsingum á Instagram eða bara vera duglegur að dæla inn áhugaverðu efni? Þetta að mínum mati eru þetta tvær hliðar á sama peningnum. Eða er það teningur? Nei, teningur með fleiri hliðar. Ja. Þetta sko þegar það má segja eins og svo. Ef þú ert ekki með gæðaefni, þar að segja ef þú ert með efni í lágum gæðum, þá þá mun hann sennilega höfða til minni hóps. Þar að segja það minni hópur sem mun ekki segja, ok, ég ætla ekki að fylgjast með þessu vörumerki. Þannig en hins vegar, ef þú ert með gæðaefni, þar að segja efni sem vel tekið, vel unnið og þar fram til götunum, þá getur verið betra að bæta í til að fá ennþá meiri dreifingu. Það er svolítið að líta á það þannig að við erum með efni, ef við erum með lággæða efni, þá ólíklegra að það höfði til margra. En það verður alltaf eitthvað sem það mun alltaf höfða til einhverra. En það eru sennilega bara færri. Ég vona að þetta svari spurningunni. Lára, myndum sem þú hleður niður í tölvunniðinu úr Canva getur hlaðið beint upp í Facebook-pósta á tölvunniðinni. Hvað Instagram varðar, þá þarftu annarkvort að senda þér þær í tölvupósti sem þú opnar í símanum og vistar í myndagalleri í símanum og setja það inn á Instagram. Það líka hægt að senda þær í tölvupósti eða vista þær til dæmis á Dropbox. Jú, mikið rétt. Takk hérlega fyrir Unnur. Og það stemmir, Ólína. Þær eru þá í verri gæðum. Facebook þjappar myndum töluvert mikið þegar hann að senda myndir á milli, en það það matsatriði hverju sinni hvernig það væri. Ég að hugsa að taka kannski eina eða tvær spurningar í viðbót, en ef það eru ekki fleiri atriði þá bara þakka ég fyrir í dag og hvet ykkur til að og ég hlakka líka til að hlusta á erindi hennar Selmu sem núna og fjallar upplifanir í ferðaþjónustu. En að svo sögðu þá bara þakka ég fyrir og bið að heilsa. Já, komið sæl. Ég reikna með að þið heyrið ágætlega í mér héðan frá Akureyri. Ég ætla að fá að vera með ykkur hér í dag og ég heiti Selma Dögg Sigurjónsdóttir og starfa hjá Nýsköpunarmiðstöð á Akureyri. Ég bauð mig fram til þess að koma að ég hélt inn í hlaðvarp eitthvað áhugavert sem tengdist ferðaþjónustunni og enda síðan í panel fyrir ráðstefnu sem snýr að sölu á vefnum. Og vá hvað þetta búið að vera áhugaverð erindi í dag. Ég er búin að læra heilmikið með að fylgjast með ykkur. Og ég vona svo sannlega að ég geti lagt eitthvað til málsins og til ykkar hinna.
Mér datt í hug að ræða hérna 12 skrefa þróun eftirminnilegra upplifana, en það er einmitt akkúrat núna sem að við höfum tækifæri til þess að nálgast markhópana okkar á netinu og hvetja til viðskipta með því að sýna hvað við stöndum fyrir. Þessi 12 skref auk annars fróðleiks þróun upplifana er að finna í þessari bók sem ég setti hérna inn á glæruna sem heitir Einstök íslensku upplifun, Vegur til vaxtar, og var gefin út af Nýsköpunarmiðstöð í samstarfi við Markaðsstofurnar og hérna Íslandsstofu fyrir þó nokkru. En hún er engu að síður mjög gagnleg. Þess ber að geta kannski hérna lengra haldi ég með 5 ára aðstoðarmann hérna sem þið gætu heyrt í af og til. Aðeins til þess að gefa okkur smá undanfara og kannski ástæði þess að ég er að fjalla þróun upplifana á ráðstefnu tilengaðri sölu á netinu. Það er akkurat á þessum tímum sem við erum að upplifa núna, þá er tækifæri til þess að nálgast ferðamenn og viðskiptavini almennt í draumum fólks, í draumum þeirra. Og hvernig hefur ekki dreymt slíkt tækifæri? Nú höfum við kannski tíma sem við höfðum ekki áður meðan það var stöðugt streym inn til okkur, við höfum í nógu að snúast. Því að nú eru milljónir manna heima hjá sér að vafra netið í leita næsta ferðalagi, skipuleggja hvað þeir að gera, hvað þeir að sjá og hvað þeir að upplifa, sérstaklega þegar að þessu samkomubanni og samkomu og samgöngu og öllu slíku þessi bönn verða yfir staðinn. Netið er auðvitað heill heimur upplýsinga og við höfum almennt mjög takmarkaðan tíma með fólki, þurfum að vera svolítið skapandi þegar að kemur að því að nálgast fólkið, og til dæmis þessi verkfæri sem við heyrðum af hér á undan mér eru einmitt frábær verkfæri til þess. Upplýsingarnar sem við eigum að vera að setja á framfæri eiga líka að stuðla að löngun fólks núna til þess að kaupa, koma og dvelja hjá okkur og njóta ferðarinnar eða þeirra vöru eða þjónustu sem við erum að bjóða upp á. Og svo er þetta líka náttúrulega til þess gert að geta sagt frá frábæri upplifun þegar heim er komið, sem og meðan á dvölinni stendur. Þetta er ekki síður mikilvægt eins og Instagram er frábært verkfæri til þess. Höldum aðeins áfram. Undanfarin ár, bara til þess að gefa okkur smá svona undanfara, þá hefur áherslan í ferðaþjónustu verið á að sérsníða lausnir ferðamanna og bjóða svolítið upp á einstaklingsmiðaðar lausnir. Það er að segja að ekki eitt fyrir alla heldur, heldur að reyna að sérsníða einhvað fyrir þennan tiltekna ferðalang. Þá hefur einnig verið dálítið aukin áhersla á notkun snjalltækja, bæði við skipulag og bókun ferðalagana, og allt ferðalagið er í raun og veru í snjalltækjunum okkar. Svo er líka auðvitað mikil aðsókn í það sem er staðbundið og ekta, og það kallar í raun og veru á þessa þróun upplifana. Ferðamaðurinn er að leita að einhverju sem er staðbundið, ekta, eitthvað sem að tækifæri til þess að kynnast því sem að er raunverulegt. Og þetta eru nú gamlar upplýsingar hérna að 82% bókana eru á vefsíðu fyrirtækja og 49% eru gerð með snjalltæki. Þetta eru upplýsingar frá, sennilega fyrir svona 3-4 árum síðan, þannig að við getum ímyndað okkur það með að við þróun á þessum markaði, þá er þetta sjálfsagt mun hærri tölur í dag. Auk þess sem að það eru allir ferðast hálfpartinn gegnum tækin sín, það er mjög gaman að fylgjast með ferðamönnum, bara í miðbænum á Akureyri til dæmis. Og sjá þá svona ganga undan sér með tækið að upplifa svolítið landið okkar og staðinn okkar með því tækinu. Men ég var að hugsa þetta erindi, fór ég aðeins að googla svona future trends til ársins 2025 og það er náttúrulega eiginlega ekkert í einhverju framtíð, það er bara núna á morgun nánast. Og það sést að það verður ennþá meiri áhersla á stafræna þróun og miðlun. Svo eru áhersla á deilihagkerfi og maður veltir því svo sem fyrir sér núna hvort að það sé eitthvað í kjölfar þetta COVID-19 verunar, hvort að það verði eitthvað minna eða meira. Þeir byggust við aukningu þar en mögulega verður einhver breyting þar á. En ég held að áhersla á ábyrga ferðaþjónustu muni aukast til muna. Það er að segja að ferðamaðurinn kýs áfram að ferðast, þó það sé mikið kolefnisspor og alls konar svona sem að fylgir því, að þá mun hann frekar kjósa að skilja eitthvað eftir sig í samfélagunum sem hann heimsækir, að ganga ekki á auðlindir og annað að óþörfu,
takmarka rusl og það sem hann skilur eftir sig og svo vill hann auðvitað kannski bætt aðgengi að viðkvæmum svæðum, þannig að við erum að vernda það sem að aðrir geta séð einhvern tímann í framtíðinni. Og þá því að spá líka mun fleiri munu ferðast einir og að áhersla ferðamanna verða á upplifanir frekar en að kaupa vörur og eignast hluti. Þannig að ferðamenn eru einmitt í ennþá ríkari mæli núna að fara að leita einhverju ekta, einhverju menningarlegu og einhverju svona one of a kind ef ég má sletta svolítið á ensku. Aðeins svona tæknilegt dæmi, ef einhver hefur spurningar, þá myndi ég gjarnan vilja fá það bara inn í spurningagluggann og ég ætla að reyna að taka það bara fyrir í lokin. Ég held að mér hafi verið úthlutað hálftíma tíma í þetta erindi. Höldum áfram. Eru þið tilbúin? Hvernig eru þið í stakk búin núna til þess að selja vörurnar ykkar? Hvernig tækniþekking ykkar og kunnátta til þess að selja í gegnum þá miðla sem í boði eru, í gegnum þessa stafrænu tækni sem í boði eru? Framundan dálítið tækifæri núna líka, samhliða stefnumótun og ýmsu öðru, til þess að læra á þessa miðla, til þess að gera áætlanir það hvernig þið ætla að nýta þá til þess að ná til ykkar viðskiptavina og þá hafið þið líka tækifæri til þess að þróa nýjar afurðir með hliðsjón af nýjum leiðum til markaðssetningar. Þannig að mér langar næst að fara yfir svona pínlitlar upplifunar áherslu í ferðaþjónustu og hvernig megi þróa arðbærari vörur með hliðsjón af þessu upplifunar sjónarhorni. En af hverju að horfa á upplifun í rekstri? Hann Joe Diaz, meðstofnandi Afar Travel Magazine, segir að það að skoða staði nægir bara ekki lengur. Þeir ferðalangar sem sækjast eftir upplifunum, til dæmis henni upplýsti ferðamaður sem við á Íslandi stefnum svolítið að nálgast, þeir vilja ganga lengra, þeir vilja voga sér handan fjölsóttra ferðamannastaða, þeir vilja kafa dýpra og þeir vilja kynnast menningu heimamanna og tengjast fólki frá öðrum menningarsvæðum náið og merkingabæran hátt. Það gera þeir gegnum listir, arkitektúr, tónlist, mat og matagerðarlist, íþróttir, ævintýri, náttúru, tungumál, sögu, hagfræði, bókmenntir og fleira og þá sérstaklega kannski löngunina til þess að gefa tilbaka, skilja eitthvað eftir sig eins og ég sagði áðan. Og fólk núna ferðast meira en nokkru sinni fyrir vegna áhugamála sinna og ekki síður með tilkomu svona stafrænna flakkar og fleiri, þá samtvinnar fólk áhugamál, ferðalög og vinnu. Þannig fólk að vinna meira stafrænt heldur en það gerði áður fyrr. Og þá mikilvægt að hugsa til þess að upplifunarferðir eða upplifanir í rekstri, við getum líka horft á það þannig að þið sem eru kannski ekki alveg í ferðaþjónustunni, þið eru í rekstri og netinu, þið getið alveg nýtt þessa fræði í ykkar rekstur líka. Og bara upplifanir Upplifanir í ferðaþjónustu eru sérstaklega hannaðar til þess að ferðamaðurinn tengist heimamönnum og skapa vettvang fyrir samræður. Það örva skilningavitin og vegsama það sem einstakt við staðsetninguna, Ísland eða svæði sem við heimsækjum og skilja eftir sig minningar sem gjarnan eru sagðar sögur af og ég veit að við komum aðeins að sögu tengdu atriði á eftir og erindi. Þannig að upplifunum í ferðaþjónustu eða á veitingastöðum, eða þú veist að því veitingastaðir líka ferðaþjónusta, en upplifunir í verslunum og öðru slíku má líka raunverulega líkja við spunaleikrit. Þar sem að staðsetningin og umhverfið og umgjörðin og megin viðfangsefni, þar að segja söluvaran okkar, hver sem hún kann að vera, hún í höndum eins konar leikstjórans eða ykkar sem gestgjafa. Úrvinnslan og framvindan síðan samspil einstaklinga og gesta, ykkar og þeirra viðskiptavina sem þeir eru að þjónusta og líka jafnvel þeirra sem fyrir eru á svæðinu til þess að njóta. Það gestgjafans að skapa þá umgjörð og andrúmsloft, þar sem að öll þessi samskipti verða sem þægilegust og styðja við þá upplifun sem að hann vill að gestirnir, hver og einasti, uppskeri sjálfur. Hann að segja að við sem erum að selja vöru og þjónustu á netinu eða í raunheimum þurfum að skapa þá umgjörð sem að þjónustan fer fram í og ýtir undir jákvæða upplifun viðskiptavinarins. Ég örlítið að mjúta mig til að þess að biðja barnið að lækka svo ég geti einbeitt mér. Mér langar til þess að benda á þennan litla kassa hér á glærinu minni. Það sem ég að setja fram vörur eins og til dæmis þessi fíni blýantur blýpenni. Hann áþreifanlegur, hann eitthvað sem ég fer út í búð og kaupi.
panta á netinu jafnvel, kaupi og færa afhent til mín. Þjónustan, að fara á veitingahús, fá láta einhvern elda fyrir svo annað slíkt þjónusta. Þó ég fái vissulega mat sem áþreifanlegur, þá þjónustan og það sem fylgir því áþreifanlegt. Ég get ekki tekið það saman, pantað og fengið heim til mín og láta einhvern gera slíkt í sama hérna heim í eldhúsinu mínu. Þetta fer fram á staðnum þar sem að þjónustan á að fara fram. Svo erum við að horfa á upplifanir sem gjarnan sambland bæði af þjónustu og vörum og þetta svona þriðja varan eiginlega, þriðja skilgreiningin og upplifanir minnistæðar. Þetta einhver sem ekki hægt að afhenda, það snerta þann sem verður fyrir þessu út frá hans bakgrunni, hans þekkingu, hans fyrirreynslu, einhvers konar tilfinningalega og það veltur á okkur svona hversu djúpstæður og áhrifamiklar þessar upplifanir verða og það eiginlega undir þeim einstakling sem fyrir því verður, hvernig það tekst til. En við getum auðvitað gert ýmislegt til þess að reyna að stuðla að því að upplifunin verði ógleymanleg og eftirminnileg. En af hverju tileinka sér þá upplifunir í rekstri? Og hver ávinningurinn af því að þróa upplifanir í staðis að þróa bara nýja vöru, annan blýpenna, kannski einhvern veginn öðruvísi lit eða einhvern sem skrifar fyrir manni eða þróa einhverja aðra þjónustu. Fyrst og fremst hérna auðvitað ákveðið tækifæri í heilmiklu samkeppnisumhverfi að skapa sér samkeppnisforskot á aðra sem bjóða upp á sambærilega vörur eða þjónustur sem og að skapa auki virði, bæði fyrir fyrirtækið, þar að segja að þið geti mögulega tekið upp á móti færri gestum en rukkað meira verð, hærra verð og svo auðvitað virði fyrir gestinn sjálfan eða viðskiptavininn sem fær auki virði í formi upplýsinga, sögunar og tengsl við fólki sem maður hittir og þessi heildarupplifun sem hann fær, sem óásnertanleg en skilur heilmikið eftir sig. En vindum okkur svolítið í þessi 12 skref sem við eru hérna í þessari fínu bók og hægt að nálgast á netinu undir vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, undir verkfærakistunni þar og ég hvet ykkur til þess að gera það. Þetta fín lesning og þægilegt að glugga í þetta og bara gott að fá svona smá inspirasjón eða kveikjur í gegnum það. Vissulega þetta kannski meira ætlað til þess að þróa afurðir þar sem gestir að sækja okkur heim og við erum að horfa svolítið mikið á ferðaþjónustu í þessu en ef að vel að gáð þá á þetta auðvitað líka mjög vel við þegar að þið eru að reyna að nálgast fólk með ykkar miðlum eða að reyna að skapa andrúmsloft fyrir ykkar vefsíður eða annað slíkt. Þannig að bara reynið að hugsa þetta svolítið vítt líka. Nú, til þess að geta mætt þörfum gestaðina nauðsynlegt að skoða hvað einkennir hann. Þannig að við þurfum að þekkja gestin okkar vel. Það svona fyrsta skref. Þetta bara markhópurinn okkar í þessu sem þekkið hugtakið markhópur. Í upplifunarferðaþjónustu erum við gjarnan að tala gest, það einhver sem gesturinn okkar. Þú þarft að þekkja þinn gest eða þinn besta viðskiptavin alveg gríðarlega vel. Þú þarft að þekkja hann jafnvel á makaðinn eða besta vin. Mig langar til þess að hvetja ykkur til þess að búa til pínu prófæl eins og ég hef sett hérna inn hinn upplýsta ferðamann. Hvað einkennir þennan gest? Hvað langar hann, hvað drauma hefur hann, hvað þarfir hefur hann, hvernig hversdagslífið hans, hvernig lifir hann bara almennt og hvað annað sem ykkur dettur í hug sem einkennir mögulega ykkar viðskiptavin. En með því að þekkja viðskiptavininn vel og hafa umhverfið að hans skapi og viðmót starfsfólksins ykkar þannig sömuleiðis að hans skapi auðvitað reynt að takmarka áhættur í rekstri. Og til þess að geta þjóna þínum bestu gestum sem best og setja sviði þannig að upplifun gestsins verði sem sterkust, þá þarf að kynna þér svolítið vel bara, hvaða áhugamál hefur hann og hvaða lífskoðanir hefur hann og svona. Og einhvers staðar svigrúm fyrir okkur til þess að hafa þetta að ræða þetta. Þið þurfum að kafa svolítið dýpra en að vita bara aldur og tekjur sem svona klassískt sem við erum að reyna að finna útvarandi markhópana okkar. En við þurfum líka að finna hvað það sem við ykkur áhuga þeirra, hvað þeim finnst gaman að gera, hversu lengi ætla þeirra að stoppa og svo framvegis. Og kannski fyrir ykkur sem eru með netverslun eða eru að selja vörurnar ykkur í gegnum netið, hvað getur mögulega hindrað eða stuðlað að því að viðskiptin geti átt sér stað. Þannig að
reynið þið frekar að svona horfa á það hvað viðskiptavinurinn ykkar vill og hverju er hann að leita að, fremur en að verja tíma eða tímanum eiginlega í að hugsa hvað þú hefur upp á að bjóða. Þetta örlítið öðruvísi nálgun heldur en var hér áður fyrir, þar sem við vorum að hugsa bara ég get boðið upp á þetta og hitt og ég get gert svona og hitt. Við erum frekar að horfa á það hvers þarfnast minn besti eða ákjósanlegasti viðskiptavinur. Hvers þarfnast hann? Númer 2, þekktu samfélagið þitt. Að hann á að bjóða upplifun krefst þess að þú virðir fyrir þér svolítið umhverfið þitt sem þú starfar í og skoðir bara á heildrænan hátt ástæður þess að fólk er að heimsækja ykkur, er að koma til ykkar. Í framhaldinu þarf síðan að ákveða hvar þín sérstaða liggur. Hvað aðgreinir þinn stað frá öðrum, þína þjónustu frá öðrum eða þínar vörur almennt. Dragðu fram það sem er eitthvað einstakt við ykkur. Kannski er það svo einstakt að það er ekki hægt að upplifa einstakt annars þar í heiminum. Kannski getið þið skapað einhvað algjörlega einstakt í ykkar umhverfi með samstarfi við aðra. Þannig að gott er að líta til þess hverjir eru samfélaginu sem geta lagt okkur lið. Eru tónlistamenn, listamenn, kokkar, dansarar, einhverjir menningahópar, rithöfundar eða sagnamenn á svæðinu sem hafa unan að því að segja frá og vera og fá aðra til þess að hrífast með okkur. Og varðandi þá sem eru með heimasíðu, það er nú oft þannig að fólk sem er að íhuga hvert eigi nú að ferðast næst eða er að reyna að skipuleggja drauma ferðalagi sitt, það skoður auðvitað ýmsa áfangastaði og eru auðvitað að skoða hótel, afþreyingu og hitt og þetta og það er nú gjarnan þannig að þegar að búið er að skoða áfangastað og hann hefur upp á heilmikið að bjóða, þá fer fólk að leita að hóteli. Ég hef aldrei hitt neitt sem ferðast bara því að hóteli var svo frábært, þú veist, það er einhver afþreying sem fylgir líka vel með, þannig að fyrir ykkur sem eru að bjóða upp á eruð bara að selja ykkar afþreyingu eða þjónustu í ferðaþjónustu, að benda á aðra á svæðinu til þess að hvetja ferðamenn til þess að dvelja lengur eða sjá hvað annað er hægt að kaupa. Þetta getur líka í tilfelli þeirra sem eru bara í vefverslunum og svona, og ég hef séð til dæmis með öðrum hættirindar, til dæmis að þeir sem eru með heimavinnslu afurða eða eru að selja einhvað til dæmis í gegnum Reko, þeir eru að starfa saman í því að reyna að koma vörum sínum á framfæri til þess að sýna allt það frábæra sem er til þess að fá fleiri til þess að kaupa. Þannig að það er ýmislegt hægt í þessu. En hvaða gerðir upplifunar eru skynsamlegar fyrir okkar fyrirtæki? Það er einhvað sem ég hvet ykkur hér til þess að íhuga svolítið, því það er ekkert allt sem gæti virkað. Það eru til margar ólíkar gerðir upplifana sem örva skilningavitin, tengja gesti við fólk og staði og uppfylla þarfir þeirra að sleppa svolítið frá amstri hversdagsins. Og ég hvet ykkur til þess að íhuga svolítið hvað passar við þitt fyrirtæki. Þið sem eru að selja vörur eða eru að bjóða upp á heimsóknir í fyrirtækin ykkar, á húsnæði sér einhverja sögu, er hægt að innrétta það einhvern veginn þannig að það betur hendi þeim tíma eða ákveðnu þema sem þið ætlið að vinna með og ég kem að því hér á næstu glæru. Er hægt að glæða þjónustuna lífi með einum öðrum hætti? Hvernig með starfsfólkið? Er það í samræmdum búningum? Er hægt að hafa mismunandi fatnað, einhver sem tengist tímabilinu? Mér er svolítið gaman að taka til dæmis Áskaffi í Skagafirði sem dæmi, þar sem þær eru að klæðast svolítið upp eins og var gert hér áður fyrr. Það eru til margar íslenskar skemmtilegar upplifanir til að taka dæmi af. Mér finnst til dæmis löngunin til þess að glæða söguna lífi á skemmtilegan og krefjandi máta er kannski svona innleggið í Síldarminjasafninu á Siglufirði. En finnið þið hvað það er sem svona á best við ykkur, hvaða þema eða sögu get ég haft, hvernig upplifun get ég nýtt mér til þess í mínu rekstri. Hvalaskoðun á gömlum eikarbátum, mér finnst þetta líka ótrúlega áhugavert dæmi hér á ferðaþjónustu á Húsavík, þar sem þeir eru að nýta gamla eikarbáta til þess að fara í hvalaskoðun og það sem þeir hafa þá gert ennþá betur er að þeir fóru í nýsköpun og þróuðu batteri sem styður við eins konar hljóðlausa og ekki olíu blandna lykt við upplifuna af því að vera í þessu gríðarlega mikla návegi við hvalina. Þannig að þeir þróuðu semst batteri í bátana í staðinn fyrir og gátu þá sleppt
olíunni sem að brenna auðvitað á leiðinni og líka látunum í vélinni. Þannig að þetta svolítið skemmtileg upplifun og þetta auðvitað margt annað sem kemur hann inn eins og sjálfbærni og virðing við umhverfið og bara auka upplifun af því að heyra fyrr í hvölunum og sjá þá fyrr og bara ýmislegt annað og þeir eru þá náttúrulega líka að koma nær bátnum því að ekki eru þessi ólæti við að glíma lengur. Svo finnst mér líka kannski áhugavert fyrir ykkur að velta fyrir ykkur því sem eru í ferðaþjónustu eða jafnvel eru með hótel eða gistiheimili eða eitthvað. Hægt að gera eitthvað í þessu sameiginlega rými til þess að skapa ykkur skemmtilegt andrúmsloft. Til dæmis ímyndum okkur við séum að ganga inn á hótel einhvers staðar og þið farið í gegnum þetta venjulega check-in og ýmislegt annað. Hægt að glæða andrúmsloftið í lobbyinu einhverju skemmtilegu með einhverju skemmtilegum elementum ákveðinni tónlist sem hæfir stemmingunni sem á að ríkja hjá okkur, stólarnir þægilegir til þess að setja sig í og hvernig eru þeir gerðir og hvernig, þú veist, allt þetta, öll þessi litlu smáatriði styðja við það að við viljum kannski dvelja þarna lengur, fáum okkur einn drykk í viðbót í staðinn fyrir að fara út á veitingastaðinn á móti. En við þurfum að velta því fyrir okkur hvað við getum gert, af því það þarf ekki alltaf að kosta mikið, en hvað getum við gert til þess að reyna að auka við upplifuna í okkar fyrirtæki. Og þá kannski mikilvægasti hlutin í þessu auðvitað að velja sér ákveðið þema eða einhverja sögu að segja. Og ég vola glöð að heyra við ætlum að vera með sögutengt eða storytelling á eftir, af því að sagan sem við erum að segja með því hvernig við byggjum upp eða veljum rétta liti, tónlist, lykt eða þá hluti sem við ætlum að hafa í verslun hjá okkur, eða bara hreinlega eins og til dæmis rétta liti á heimasíðun okkar getur stutt við þema sem við viljum standa fyrir. Þannig að finnið ykkur sögu eða þemu til þess að móta ramman fyrir ykkar hugmynd. Mér fannst svolítið skemmtilegt að undirbúa þetta af því að hér í Eyjafirðinum höfum við bruggsmiðjuna Kalda sem að nýbúið eða ekkert nýbúið, það eru 2 ár síðan að þau opnuðu bjórböðin og sem að styðja þetta hvort við annað, en ég fór að velta fyrir mig bara hvað það væri nú bjórhótela sem maður þyrfti ekki alltaf að vera með einhver designated driver þegar maður fer þarna. Þá fór ég að googla og fann þetta beer hotel í Bandaríkjunum. Þetta sem sagt Doghouse Beer Hotel og hér eins og þið sjáið vonandi á myndunum verið að hugsa svolítið vel út í allt sem styður við þemað. Þetta bruggsmiðja. En það búið að opna minni með 37 herbergja hótel. Og þið sjáu þarna gluggan á myndinni í miðjunni að það bara gluggi sem vísar beint þarna út í bruggtunnur. Ef vel að gáð, þá sjáu þið á myndinni lengst til vinstri inn í sturtuklefann að það bjórkælið. Hvað væri eiginlega, þú veist, af hverju skildi ekki allir vera með bjórkæli í sturtunni? En þið skiljið hvað ég að fara og svo finnst mér eitt pínleiti smáatriði hérna. Það auðvitað verið að nota logoið og þið sjáu logoið þennan bláa lit í logoinu þeirra Doghouse. Hann endurspeglast líka inn á herbergjunum. Ég sjáu höfugaflinn bara, eitt lítið dæmi. Og fyrir ofan höfugaflinn þarna svona mynd á veggnum sem að undirstrekkar líka þemað í hótelinu. Og tengsl við þetta allt og það til mörg svona dæmi, með þetta í hug Library Hotel í New York, það sem verið að notast við Dewey, hvað heitir þetta svona skilgreiningun eða hvernig þú raðar upp bókum á bókasafni. En þú getur valið herbergi þar sem þú ert í rómantísku deildinni eða spennusögudeildinni eða glæpa eða hinn og þessu. Þannig að hvaða sögu langar ykkur að segja? Hvaða sögu hafið þið jafnvel að segja? Hvað það sem að einkennir ykkar starfsemi nú þegar og hægt að koma betur á framfæri? Því að það þarf ekki að vera að finna eitthvað nýtt, heldur getið þið vel unnið með það sem þið eru núna með því að fara í minniháttar breytingar á því sem þið eru nú þegar með. Og muniði líka í þessu samhengi að heimasíðan ykkar pínlítið forstofa fyrirtækisins og mikilvægt að upplifunin sem ríkir á staðnum hjá ykkur þarf líka svolítið að endurspeglast í heimasíðun ykkar og samfélagsmiðlum. En mér fannst svolítið skemmtilegt að sjá þetta hjá honum Inga með upplifun á Instagram að það þarf að vera þessi gegnumgangandi stíll eða aðalsmerki ykkar þarf að vera gegnumgangandi í gegnum allt sem þið gerið. Og það á við allt bara frá kynningu og til komu eins og maður segir. Númer 5, skipulagðu upplifunina þína.
Áður en þú hefst handa við að skipuleggja upplifun ferðalangsins mikilvægt að meta hvaða grunnþætti hver einasti gestur verður að upplifa. Þættir sem skapa svona svokölluð einstök augnablik sem einkenna þitt fyrirtæki og í senn loforð þitt gesta upplifun. Myndin hérna, efsta myndinni af bílastæði í Róm fannst mér bara eitthvað svo ótrúlega skemmtileg akkurat í þessu. Þið vitið öll hvað okkur finnst kveðjustundir á flugvöllum leiðilegar. Yfirleitt stendur á brottfarastöðunum hámark 10 mínútur, ekki, þú veitir, og átt að flýta þér og þetta verður voðalega eitthvað svona óþægileg stund. Þarna þetta kallað area kiss and go. Mér finnst þetta bara akkurat pínlítið dæmi það hvernig svona minniháttar breyting að vera að setja pínu stemmingu í bílastæðið til þess að gera frekar leiðilega kveðjustund af skemmtilegu, þú veist. Hérna á bara, þú mátt stoppa hérna til þess að kissa og kveðja, eins og við segjum. Þannig velti ég fyrir ykkur, reynið að skoða og lista upp ferli frá því að viðskiptavinur kemur inn á jafnvel heimasíðun ykkar, þar til hann kemur og fer aftur og þið fylgja honum eftir að hann bara hefur notið þjónustunar ykkar, hver sem hún kann að vera. Reynið að teikna upp þetta í svona pínu blueprint eða atburðarás, einhvers konar þjónustuhring. Það hægt að gera þetta fyrir hvaða fyrirtæki sem það hérna, litlu grænu hringirnir hérna fyrir neðan bara frá því að maður sér auglýsingu á netinu, þar sem maður fer að brása eða skoða hérna, miðlana þeirra, samfélagsmiðlana þeirra, svo fer maður að skoða hana hvort gengur maður inn í verslunina eða fer hann á heimasíðuna og skoðar vefsíðuna, hringir, pantar eða gerir hvað og skoðar. Þetta svolítið bandarist dæmið þarna í hvoru dæmi fyrir sig, en mér finnst þetta svolítið skemmtilegt vegna þess að með því að greina svolítið hvar eru snertifletir við viðskiptavinnin okkar eða gestin okkar, þá gefst okkur líka pínlítið tækifæri til þess að sjá möguleikan á því hvar hægt að skapa einstök augnablik. Þetta byrjar jafnvel á bílastæðinu þínu, þar sem jafnvel snyrtilegt bílastæði eða þú ert með áhugaverða merkingar, bara hvernig eru merkingarnar sem að vísa gestunum til okkar. Bara að verslun eða einhver öðru sem við erum að gera. Þannig að hérna, það gott að gera svona greiningu á þeirri þjónustu sem að þið eru að bjóða upp á til þess að sjá hvernig ykkar ferill lítur út og hvar svigrúm til þess að gera betur, til þess að auka við upplifun ykkar rekstri. Nú, eftirminnileg upplifun getur verið mjög verðmæt, takist vel til. Það því ofboðslega mikilvægt að hugsa vel og huga vel að skipulagi upplifunarinnar og virða fyrir sér hvernig skipulagið út frá bara tímanum sem við höfum með gestinum, jafnvel hópastærðir, hversu stóran hóp getum við tekið, hversu marga getum við afgreitt í einu, hvar svigrúm fyrir gesti til þess að taka svolítið þátt í því sem við erum að gera og hvar fá þeir tækifæri til þess að læra eitthvað nýtt og óhefbundið sem skilar sér í upplifuninni. Af því að það skiptir svo miklu máli að gesturinn fái akkurat þetta tækifæri að læra eitthvað nýtt, heyra eitthvað nýtt og það akkurat það sem skiptir máli í upplifunartengdum rekstri. Og það fylgir sögunni þegar heim komið eða á meðan sögun stendur þegar við erum að segja frá Instagram hvað við gerðum, að þá fengum við tækifæri jafnvel til þess að læra eitthvað nýtt. Þegar búið að velja þemað, sem ég sýndi ykkur áðan, hugsið þá hvernig sagan, hvernig ferðin, hvernig þessir þættir flettast allir saman og hugsið líka það hvernig þið getið leyft þessum þáttum að birtast smám saman á ólíkum stöðum. Þetta pínlítið svona eins og ef þið veltið fyrir ykkur bara skáldsögu. Það ákveðin svona dramatísk uppbygging að því að það kemur ykkur hápunktur í sögunni og svo fer þetta aftur niður á við. Þannig að þið getið verið að velta fyrir ykkur flæðinu ykkar þannig hvenær dreg ég inn ákveðna svona létta punkta, áhugaverða sögupunkta eða einhver áhugaverða snertifleti sem að byggja undir þessa einstöku upplifun sem gesturinn á að verða fyrir. Það þarf auðvitað að passa það líka að tryggja svolítið tíma fyrir frjálst flæði í samræðum, gagnvirkninni, að við getum talað svolítið saman, að þetta sé afslappað og þægilegt umhverfi líka. Þannig að það lykilatriði í þessu. Upplifun að ferðaþjónusta byggir líka talsvert á samstarfi og það því vel hægt að sjá hag sinn í því að vera í samstarfi við ýmsa starfsemi á svæðinu, innan svæða og jafnvel lengra í næsta nágrenni. Þannig hægt að skapa svolítið fjölbreytta og skemmtilega og ógleymanlega upplifun fyrir gestin okkar. Og fyrir ykkur sem eru með netverslanir,
ykkar byrgjar, pósturinn eða umbúðaframleiðandinn og aðrir, hvernig geta þeir líka stuðlað að því að þessari framúrskarandi upplifun sem þið viljið bjóða upp á? Getið þið átt samtal við þá? Getið þið velt fyrir ykkur hvernig þetta geti farið? Til dæmis hægt að tengjast skapandi einstaklingum og fyrirtækjum, nota vörur og þjónustu af svæðinu ef mögulegt er, til dæmis bara matvörur, sápur, kerti, keramik eða hvað annað sem hægt er að finna. Þú getur jafnvel selt þessar vörur eða leiðbent þínum gestum það hvar hægt að fá þessar vörur. Svo það líka það að búa til einhverja tillögur á því hvernig dagur gestsins geti litið út innan svæðisins og stuðla þannig að því að hann upplifi miklu meira en það sem hann ætlaði sér í upphafi. Ég tók þetta mynd þegar ég fór á Gauksmýri í fyrra. Mér fannst svolítið skemmtilegt. Þetta bara svona lítill svona, hvað heitir þetta, tabla, krítatabla sem þarna í andirinu þar sem þeir eru að segja bara hvað hægt að gera á Gauksmýri og hvað hægt að gera á svæðinu. Mér finnst þetta svona framúrskarandi og skemmtilegt hvað fólk á að gera. Take a selfie at Hvítserkur. Hversu frábært það? Tillaga. Það krefst þess að þarna vera að hvetja fólk til þess að fara út á Vatnsnesi og ferðast þar við sitt borgarvirki og þarna líka aftur komið að mætti samfélagsmiðlana sem að Ingi var að tala að þarna eru gestirnir að taka selfie og þeir taka jafnvel svæðið, þeir taka jafnvel fyrirtækið þitt inn á mynd sem fær víða dreifingu og fær vekur áhuga annarra sem ekki eins og á Íslandi á þeirri stundu. Þannig að með því að vera í svæðisbundnu samstarfi má líka auka líkurnar á því að fleiri sæki í þitt svæði og þína þjónustu eða ykkar þjónustu. Því betri og fjölbreyttari þjónustu sem eru til boði á svæðinu fyrir ferðamenn eða gestina okkar eða viðskiptavini, þá aukast auðvitað líkurnar á því að þeir komi og vilji dvelja lengur á svæðinu og komi jafnvel aftur. Og það þarf auðvitað að huga því vel hvaða kynningarleiðir á að nýta til þess að koma starfsemin ykkar á framfæri, hvort heldur sem á netinu eða í raunheimum. Þannig þetta alveg kunst, en mér finnst alltaf svolítið gaman að vitna í Walt Disney því að hann skapaði í raun og veru Disney World út frá löngun sinni í að fá svona svolítið hvað ég var að segja, hann var orðinn þreyttur á því að fara alltaf með börnin sín eða dætur sínar, mér minna hann hafi bara átt dætur, að fara með þau alltaf í svona skemmtigarða sem voru svona sundurslitnir af einhverju svona af tilfallandi tækjum sem var í boði. Þannig að hann skapaði þennan heim sem við þekkjum sem Disney World, þar sem þú kemur bara inn í ákveðin heim. Og auðvitað það ekki svo stórt sem við þurfum að hugsa endilega í upplifunarferðaþjónustu eða upplifanir í rekstri þurfu ekki vera svona svakalega yfirdrifnar. En þetta skiptir bara máli við sem að huga að pínlitlum atriðum og búin til þennan samfellda rauða þráð í sögun okkar eða þeman okkar. Og það á líka við í kynningarferðlinu að nýta það allt saman mjög vel. Þannig hugið svolítið að þessu hvaða viðskiptafélagar eða byrgjar eða aðrir gætu stuðlað að því að viðskiptavinurinn minn fái sem besta upplifun af svæðinu. Svo það líka að hugsa markaðsstöðuna. Á hvaða sillu ætlið þið að vera? Hvar á upplifunin heima? Hér þarf að huga því að skoða svolítið okkar besta gest eða þann sem við viljum vinna með sem við fórum yfir í skrefi 1 og ákveða svo hvar upplifun okkar á heima innan ákveðins hluta þessa markaðar. Er þetta innanlands eða utanlands eða ákveðnar í að horfa hverju sinni? Og auðvitað getum við verið með marga markhópa, marga svona fullkomna gesti, en þetta þarf við alltaf að falla svolítið vel að öðru, okkar svona kjarnastarfsemi. Svo þarf að ákvarða söluverðið og þau fyrirtæki sem ekki hafa markað sér sérstöðu, þau finna sig gjarnan í þeirri stöðu að vera að keppa við aðra á verðinu einu saman. Þetta getur leitt til þess að aðilar á markaði reyna að takmarka allan þann kostnað sem þeir geta til þess að undirbjóða samkeppnisaðilann og lokka þannig til sín viðskipti. Þetta getur auðvitað haft alveg gríðarlega áhrif á gæði og þjónustu í fyrirtækinu sem bitnar fyrst og fremst á hagnaði fyrirtækisins. En ef þið bjóðið upp á vöru eða þjónustu sem mikils virði fyrir viðskiptavinin, þá líklegt að hann sé tilbúin til þess að borga meira fyrir þá þjónustu eða vöru heldur en ef hún væri lítils virði. Þannig að þeim mun meiri vinnu sem þið leggið í þessa sérstöðu og hvað það sem einstakt við ykkar vöru eða þjónustu, reynið að koma því á framfæri því að það það sem að viðskiptavinurinn mun borga fyrir. Virði ekki sama verð, þannig að hafið það huga þegar þið eru að ákvarða verðið að það
að hugsa fyrst og fremst það hversu mikils virði þessi vara mín eða þjónusta fyrir þennan tiltekna hóp einstaklinga. Það alls ekki óalgengt að vera dálítið feimin við verðlagningu og verðleggja sig of lágt. Verið bara svolítið raunsæ, setja ykkur markmið, prófið þessa kostnaðarþætti verðlagningarna eða sem að setja grunninn að verðlagningunni og verið ekki hrædd við að breyta henni. Það breytist líka bara stundum smátt og smátt og það ekkert meitlað í stein. Verðið sem að setja upp endurspeglar virði upplifunar. Það að segja að þessa samblöndu af þessum elementum sem þið eru að draga saman. Það sem sagt varan eða þjónustan sjálf, upplifunin, hráefnið eða samspil allra þessara þátta. Ég get ekki horft til skana. Þannig að það það sem að skapar ykkur sérstöðu umfram samkeppnisaðila og þetta krefst þess að við fyrir svolítið að skoða hverjir aðrir að bjóða sambærilega vöru eða þjónustu. Þannig að þjónustan gobbiti gobb þarf nú að skoða hvað hún Evelyn á lýtingstöðum að gera. Af hverju fær hún alltaf til sín sama fólki aftur og aftur, það kemur ár eftir ár. Þannig að hugsaðu þetta, you are what you charge for og það oft hugsað það að þessi Pine and Gilmore, þeir skrifuðu heilmikla bók svo kallað upplifunar hagkerfi og þeir segja if you charge for the time customers spend with you, then you are in the experience business. Þannig að þetta snýst það svolítið að þeim meiri tími sem fer í að vera með gestunum ykkar, að þeim meira verðleggið í vörunum ykkar. Þetta auðvitað einhver sem þarf að huga vel að og þið þurfum að skoða og rýna svolítið vel í. Og það að kemur að markaðssetningu fyrirtækisins, þá auðvitað mikilvægt að draga fram þá þætti sem laða geta að markhópana sem þú ert búin að skilgreina og höfða til þeirra í markaðsefni fyrirtækisins. Að skapa áhuga og eftirvæntingu hjá væntanlegum gestum eða viðskiptavinum og einnig þeim sem koma aftur og aftur mikilvæg forsenda fyrir velgengni ykkar og þið verðið að vera svolítið meðvituð að það núna til dæmis 4 leiðir til samskipta og þær voru miklu einfaldri hér áður fyrir þegar við vorum bara með kaupfélagið og svona, þá vorum við bara þá var bara fyrirtæki að koma upplýsingar til neytenda sem fyrsta skilgreiningin Það sem að fyrirtæki stjórnar því sem settir á markað Skilaboðun fyrirtækisins komið á framfæri gegnum prentmiðla, gegnum netið, samskiptasíður einhvers konar í sjónvarpi, með blöðum eða hverju sem Það líka hægt að gera þetta frá gestum til fyrirtækis. Það að segja að gesturinn stjórnar því hverju miðlað til fyrirtækisins í gegnum símann sinn eða tölvupóst, samfélagsmiðlana og svo framvegis. Og gestirnir eru þá bara dálítið að upplýsa fyrirtækið sína upplifun. Bæði fyrir, þú veist hversu mikið hlakka til að koma eða ég var að panta þessari síðu, ég get ekki beðið eftir að pakkin komi. Ég veit ekki hversu mörg Instagram-vídeó ég hef séð að því þegar fólk að fá vörurnar sínar frá iHerb.com sem bætiefna síða í Bandaríkjunum. Þú veist, eftirvæntingin á því að panta og fá einhvern kóða og gestirnir eru alltaf að plugga þig líka í leiðinni ef þeir eru að láta þig vita með þessum hætti. Svo eru þetta frá neytenda til neytenda sem að Instagram náttúrulega líka dálítið mikið í, Instagram og fleiri miðlar, Facebook og fleiri, þar sem að samskiptin eiga sér stað á milli viðskiptavina og þeirra sem að verða hugsanlegi viðskiptavinir ykkar. Þessi samskipti fara einkum fram á netinu, þar sem að þú sem fyrirtæki eða aðili í fyrirtækjarekstri hefur litla sem enga stjórn á innihaldinu. Þetta algjörlega frá mér sem kannski viðskiptavini til einhvers annars, til Inga sem ætlar að fara að kaupa eitthvað. Þannig að þrátt fyrir það að þú getur ekki stjórnaði nákvæmlega hvað sagt þá getur þú ákveðið að fylgjast með og reynt að komast að því hvað verið að ræða til þess að geta þá brugðist við eða bara sannfærst að það sem þú ert að gera er vel gert. Og síðast náttúrulega frá fyrirtæki til fyrirtækis og þetta snúast kannski frekar að fyrirtæki þitt eða upplifunar og gæti verið hugsað til kynningar, eins og ferðamálasamtök á svæðinu að vinna saman, eða til þess að vera að upplýsa fyrirtækjum afþreyingu og atburði hjá öðrum fyrirtækjum. Og þetta gert bæði gegnum, kannski svo Twitter eða LinkedIn eða aðra viðburði, sýningar og fleiri slíka viðburði. Mér langaði þess að taka þessa mynd fyrir sem einmitt úr þessari upplifunarhandbók og hún sýnir svolítið akkurat og mér varst nú svolítið góð núna því að við erum akkurat á þessu drauma tímabili þar sem allir eru heima hjá sér og milljónir manns eru fyrir framan tölvuna að skoða hvert á ég að fara næst, hvaða land á ég að heimsækja
og nú eru bara allir á Facebook og Instagram að skoða einhverja myndir og þetta snýr svolítið að okkur núna að reyna að komast akkurat það eða gera fólk meðvitað fyrirtækið okkar. Við þurfum að komast á svokallaðan draumalista í skrefi 2 hjá einstaklingunum og að fá hann til þess að íhuga svolítið vöruframboðið okkar. Hvað höfum við upp á að bjóða? Í skrefi 4 gerir fólk pínlítið myndband, þið þekkið þetta alveg öll vel þegar ég segi þetta. Við gerum pínlítið myndband af því þegar við fáum vöruna í hendurnar, þegar við upplifum eitthvað, þegar við förum upp í flugvélina eða tökum skrefið og bókum og allt þetta. En við gerum pínlítið myndband af upplifun okkar í huganum fyrst og byrjum aðeins undirbúninginn. Í skrefi 5 förum við að skoða og skipuleggja, finna dagsetningar, velta fyrir okkur hvenær við erum að fara, hvers mikið pening á ég, hvenær get ég keypt þetta og annað slíkt. Og síðustu atriðin eru skipulögð þannig í skrefi 6, við bókum í skrefi 7 og í skrefi 8 eru þetta ferðin sjálf og henni er deilt á samfélagsmiðla á meðan á ferðinni stendur. Þá er hann að ýta undir það sem að gera, hann er að hjálpa okkur pínlítið, gesturinn okkar, að gera aðra meðvitaða okkur, að deila þessu þannig að landið okkar, staðsetningin, varan okkar komist á draumalista hjá einhverjum öðrum. Þið sjáu hvernig dökku brotalínurnar hjálpa þarna til. Þannig að þegar fólk í ferðinni, sjálfur í ferðinni, þá það deilinni þarna á Twitter, Facebook og Instagram og hverju sem og síðan að dreifa. Og svo í skrefi 9 þurfið þið líka að nýta ykkar krafta í það að markasetja og miðla ykkar. Þannig að þetta skiptir miklu máli. Næst síðasta skrefið að þjálfa starfsfólk og stýra svolítið upplifunni og jákvæður og uppbyggilegu stuðningur við starfsfólki ykkar, gríðarlega mikið að stuðla góðri þjálfun þess og leiðbeiningar til þeirra eru grundvallaratriði þegar kemur að því að veita fyrirmyndar þjónustu og setja svolítið sviðið fyrir upplifanirnar. Það þarf að hlúa vel að starfsfólkinu okkar, það þarf að undirbúa það til þess að geta tekið á móti gestunum okkar, hvort sem við erum að tala ferðaþjónustu eða bara starfsmaður í verslun, hann þarf að vita hvað hann má ekki, hvað hann á að gera og hvað hann á ekki að gera. Það er alveg gríðarlega mikilvægt að velta þessu fyrir þér. Og þegar þið eru að velja ykkur starfsfólk eða samstarfsaðila almennt, þá er rosalega mikilvægt að öllum sjónarmiðum og markmiðum hvaða upplifun og þjónustu þið viljið veita ykkar gestum komið skýrt á framfæri. Það þarf þannig að upplýsa alla þá sem eru í samskiptum við gestina ykkar hver markmið ykkar eru með þessu starfi og kynna þá fyrir því hvernig ferðalangar þetta eru sem við verðum í samskiptum við. Og þetta þarf bara að reyna að undirstinga svolítið vel þannig að allir séu meðvitaðir og að gera upplifun gestana þannig að sem minnstir hnökrar verða. Og mér langaði að ég feilletraði þarna getuna til að miðla vegna þess að það er kúnst að miðla upplýsingum og geta átt í samskiptum við gesti, tala við ókunnugt fólk. Og þess vegna legg ég alveg gríðarlega mikla áherslu á það að við séum að skapa okkur sögu og þeim betur sem að þið sem stjórnendur fyrirtæki geti miðla þessari sögu til ykkar starfsmanna, þá getur viðkomandi þannig að hann sjáu sér svolítið fyrir sér og hann setur sér ákveðið andrúmsloft þegar hann heyrir ástríðu ykkar og af hverju þið fóruð inn í hennar rekstur og hvað þið eruð að gera og svona, þá fær hann meiri tilfinningu fyrir þessu og getur verið meiri sölumæður fyrir vikið. Þannig að, veitið þessu svolítið eftirtekt. Síðasta skrefið auðvitað bara að veita þetta upplifuna og meta hana síðan. Hvet ykkur til þess að leita eftir endurgjöf gestan ykkar, viðskiptavinan ykkar með einum eða öðrum hætti. Það komna fjölmargar leiðir inn á neti til þess að óska eftir upplifun eða endurgjöf af ykkar viðskiptavina, af ykkar þjónustu. Leitið líka eftir ef þið eru með samstarfsfólk, hver var upplifun þeirra og hvernig gekk þetta allt saman. Og þið verðið að safna þessu saman þannig að hægt að meta þetta og endurskipuleggja ef að þörf á. Gerið líka pínulítið eftirfylgni áætlun, það er að segja að gera þessa áætlun það þegar hvernig við ætlum að eiga samskipti við gestina, bæði áður en þeir koma, á meðan þeir eru hjá okkur, þegar þeir eru komnir heim og annað slíkt. Þannig að bara vera í sambandi við það og hlusta svolítið. Þannig að það er bara, hafa líka samband við Birgja og aðra sem að koma að þjónustunni ef þannig ber við, það þarf bara að hafa þetta virka
samræðu net opið og svo fylgjast með því það sem sagt ykkur á netinu. Það mjög gagnlegt að gera það reglulega. Síðasta glæra mín veriði ófeimin við að vera allt fyrir einhvern ákveðin hóp einstaklinga og gera það vel. Þeim mun betur sem þið þekkið þennan gest ykkar í skrefi 1. Þeim mun betur náið að þjóna þörfum hans. Jafnvel þó hann viti ekki eins og sjálfur nákvæmlega hverjar þarfir hans eru, en þá gæti þið mögulega verið og þekkt svipaðan hóp eða svipaðan einstakling. Með því að vera eitthvað fyrir, vera allt fyrir einhvern tiltekinn hóp, aukiði líkurnar á því að hann komi aftur, hann vesli aftur við ykkur og hann segir vinum frá, hann deilir sinni upplifun með öðrum. Þannig að finnið ykkar sérstöðu, finnið ykkar sögu til þess að segja og kynnið til rétta hópsins með öllum þessum fjölmörgu leiðum til markaðssetninga, Canva og Instagram og Facebook og hverju sem og nýtið það. Og ég bara rétt í blá lokin áður en ég þakka fyrir mig að það finnst mér þetta Canva dæmi alveg frábært líka fyrir ykkur því þið að nota myndefni á heimasíðu og Facebook síðan okkur svona leysa að búa til og setja svolítið andrúmsloftið í ykkar kynningarefni. Þú veist, hvaða leturgerð, því leturgerðir eru svo mismunandi, þú veist, þær eru harðar og mjúkar og þær segja líka heilmikla sögu, þú veist, styðja við ykkar kynningarefni þegar þið eru að búa til ykkar kynningarefni, hvernig eru litirnir notaðir í markaðssetningunni ykkar og annað slíkt, þannig að búið til þennan skemmtilega söguþráð og hafið hann gegnumgangandi í gegnum ykkar rekstri. En ég þakka fyrir mig og ef það einhverjar spurningar þá ég alveg spennt fyrir slíku. Ætla ég að reyna að finna spurningarnar, en enga spurningar kannski til mín. Nei, ég sé enga spurningar, en ef þið hafið áhuga á því að fræðast meira eins um upplifanir í rekstri, þá bara hvet ég ykkur til þess að hafa samband við mig. Ég með netfangi selma@nmi.is og vil gjarnan ræða við sem flesta. Mér finnst þetta þræl skemmtilegt efni til þess að ræðum og margir að gera skemmtilega hluti í þessu hér á Íslandi. Þannig ég þakka bara fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir Selma og það kom nú engin spurning en það var að þetta komment frábær og fræðandi fyrirlestur og bara flottu fyrirlestur hjá þér Selma, þannig að þetta greinilega hitt bara beint í mark og ánægilegt og áhugavert að sjá hvernig þetta tengist líka inn í aðra greinar, þetta á ekki bara við ferðaþjónustuna. Alls ekki, bara inn í allar greinar. Það þessi upplifun og tengir mjög vel inn í söguna og þetta konsept storytelling sem okkur vantar íslenskt orð á því að fólk vill fá að vita hvað á bak við vöruna, þjónustuna, hvort sem það gististaðurinn eða snyrtistofan og vill fá að heyra svona fólki á bak við. Þannig að þetta mjög áhugavert. Kæra þakki fyrir. Jú, bara gjörðu svo vel. Takk fyrir mig. Og áhugavert bæði þessi erindi sem við höfum heyrt á eftir Canva umfjölluninni og gaman að sjá hvernig þetta svona vinnur allt saman. En næsta dagskrá hjá okkur að spjalla eins við aðila sem hefur verið að nýta sér samfélagsmiðlana í sinni markaðssetningu. Og hjá okkur á línunni hún Beate, ertu þarna? Já. Já, takk fyrir að vera með okkur. Takk sem leiðis. Þú sérð samfélagsmiðlana fyrir Kidka, prjónastofuna sem staðsett á Hvammstanga, ekki satt? Já. Við okkur langaði að spyrja þig nokkra spurninga að því að það ekkert svo langt síðan að þið byrjuðuð að nýta ykkur samfélagsmiðlana markvisst. Ég held að væri mjög forréttilegt fyrir þá sem að fylgjast með, bæði þáttakendur og vinnustofun og eins þeir sem að fylgjast með í streyminu, að heyra svona hvernig þið byrjuðuð að feta ykkur áfram með þessari braut og svona hvaða svona hindranir það við rekið ykkur á og hvernig þetta hefur skilað ykkur. En svona kannski fyrst, getur þú sagt okkur aðeins frá Kidka, svona hver sagan á baku Kidka til dæmis? Kidka prjónastofa á Hvammstanga og það var stofnun sem drifu 1972, svo það svolítið gamalt fyrirtæki, en það Kidka síðan 2008. Svo eigendur eru núna Irina Kamp og Kristín Karlsson og fyrirtæki heitir Kidka og
framleiði bara prjónavöru, sína eigin vörulína frekar. Í gamla daga var oft prjónað fyrir Rússa eða fyrir útlöndum eða eitthvað svona. En núna erum við okkar eigin vörumerki og þetta Kitka og bara eigin vörulína. Og ég kom til Hvammsanga núna 2016. Við vorum áður með Facebook en við byrjuðum á Instagram til dæmis 2016, svona rúmlega held ég. Og já, maður byrjaði bara svona hægt og róleg, sko. Já, en hvað var það sem gerði það verkum að þið fóruð af stað á samfélagsmiðlunum? Fyrst og fremst það ókeypis. Já. Og það mjög góð leið til að auglýsa vöru sína. Og líka að því Kitka ekki bara búð, Kitka líka í ferðaþjónustu að því við erum að bjóða upp á ferði gegnum prjónastofunni. Svo það líka sem sagt svona upplifun og maður vill svona að vera í samband við fólki áfram. Og það bara mjög auðvelt í gegnum samfélagsmiðlum að því þetta flestir túrista, ferðamenn frá útlöndum og svo mjög auðvelt fyrir þau að finna okkur bara á samfélagsmiðlum og taka okkur svona. Og við byrjuðum bara mjög hægt og róleg með Instagram, bara svona sumir myndir eru ennþá þarna, gamla myndir sem eru bara búðina svo. Og þá byrjuðum við bara, fólk gæti taka okkur og við erum líka með, þegar við seljum eitthvað í búðina, þá erum við líka með svona Kitka Around the World Competition sem þýðir við erum að biðja fólk og ferðafólk sem búin að kaupa eitthvað Kitka-vöru að senda okkur myndir frá öllum heimshornum með Kitka-peysu eða húfu eða eitthvað svona, þar sem þau eru heima. Já, ég skil. Og við fæum fullt af myndum frá fólki og það líka alltaf í desember þá eitthvað sem að vinna þessi foto-challenge og vinna bara eitt Kitka-peysu. En við fengum svona, við erum alltaf í samband með fólki sem var hjá okkur til að kaupa vöru og ætla svo að senda mynd tilbaka eða mig langar svona eða meira eða svona. Og þetta frekar skemmtilegt að sjá, líka að sjá að yngri fólk miklu meira á Instagram og Facebook frekar svona, já, yfir 30-35, eitthvað svona. Maður finnur munurinn að sko. Já. En svona aðeins þig, að því þú leiðir þetta hjá Kitka, þetta starf á samfélagsmiðlunum. Hafðir einhverja reynslu, einhvern bakgrunn í þessu áður en þú byrjaðir að vinna þetta fyrir Kitka? Bara, já, svona pínulítið. Ég vann í bókaforlagið. Það sem úti í Þýskalandi sem ég var líka í Instagram og Facebook og svona. Svo maður læði þetta svona aðeins. En það kemur alltaf eitthvað nýtt og mér fannst mjög áhugavert áður að sjá, til dæmis, ég þekkti ekki þessi Canva, þetta æðislegt. Og svo líka hvað Ingi sagði, það bara svo mikið og það kemur alltaf upp eitthvað eins og IGTV, kemur alltaf eitthvað nýtt og eigum við að nýta þetta fyrir okkur eða ekki, eða hvað eigum við að gera. Það snýst óbúslega mikið að pröfa þetta. Já, einmitt. Það virkar best. Til dæmis, við erum líka búin að prófa hérna að auglýsa á Facebook og Instagram, kaupa auglýsingar. Það til dæmis virkar ekki mjög gott fyrir okkur. Já, það ekki? Nei, því miður ekki. Eða, það skadar ekki, en samt þetta svona ekki eins og við áttum von á. Þannig að þið eru meira í þessu organíska? Í þessu organíska, bara ókeypis að birta, pósta og fá fólk til að taka þetta allt saman. Þannig að þið eru ekki mikið í því að kosta birtingar? Nei, bara pínu. En það skilaði bara ekki miklu þegar við pröfum þetta.
En þú nefndir einn af þessum kostum við að nota samfélagsmiðlana væri að þetta væri ókeypis. Hvað fleiri kosti sérðu við að nota samfélagsmiðlana? Það líka mjög áhugavert fyrir okkur að því við erum að hanna föt. Þetta mjög gott tækifæri til að fá svona hvað fólk finnst flott. Til dæmis maður getur nýta sig þessi samfélagsmiðla til að spyrja, eigum við að búa til þessi peysu í blá eða rauðu, hvað finnst ykkur? Já. Maður getur bara líka sjá hvernig hvað vil fólk hafa eða kaupa. Já, ég skil. Að því maður getur ekki alveg treyst sinn eigin smekk. Ekki alltaf. Og þess vegna þetta mjög mikilvægt að spyrja fólkið, hvað finnst ykkur? Það alveg hægt, líka ekki bara fyrir föt, fyrir eitthvað annað líka, bara til að spyrja, hvað vildu þið kaupa, hvað viljið þið í morgunmat, hvað viljið þið sjá á matseðlinum til dæmis. Akkurat, já. Svo þetta kosturinn að maður fær bara beint svar frá fólkinu og maður getur líka bara vera í samband og virkilega, vinna saman með þetta fólkið. Svona. Þannig að þið eruð að nýta þetta þá líka til þess að kynnast ykkar viðskiptavinni sem svona svolítið það sem að Selma var að tala áðan. Já, akkurat. Já, og maður oft hissað hvað fólk að spyrja eða hvað fólk finnst flott og svona. En þetta aðalega líka mjög gaman og fólk sem var kannski hérna og ennþá í samband og kemur aftur og eins og Selma sagði, segja vinum sínum frá þessu og getur sagt þeir eru með svona Instagram-account, fylgdu þetta og svona. Þá þetta bara, þetta mjög mikilvægt, held ég. Við erum ennþá að vinna þetta upp að fá fleiri fylgjendur. Það ekki svo auðvelt, maður þarf að virkilega gera þetta reglulega og fylgja hinum og like og kommenta og allt svona. En þetta að safnast upp svona smátt og smátt og smátt. En þú kemur inn á áhugaverðan punkt að því ég veit að það eru margir sem eru að taka þátt í vinnustofun og eflaust líka sem eru að fylgjast með streyminu að þetta fólk sem að reka kannski lítil fyrirtæki og hefur kannski ekki alltaf mikinn tíma með öllu öðru. Hversu tímafrekt þetta ef þú ætlar að sinna þessu vel? Þetta erfið spurning af því ég gerir líka margt annað en þetta. Já, ég veit. En ég var ef maður tekur svona halvan klukkutíma á dag, bara til að svara spurningar, læka myndir, hugsa hvað maður að posta, bara svona aðeins og svo kannski í byrjunni veit maður ekki hvað maður á að skrifa og hvernig á ég að orða þetta og hvaða hashtag. En þetta bara æfingur og ef maður tekur sig svona halva klukkutíma bara til að spá í því, hvað get ég skrifað í dag eða hvaða mynd á ég að nota og svona, þá þetta svona góð byrjun og halva klukkutíma á dag, svo kannski einu sinni klukkutíma eða bara svona, og svo áfram, bara maður þarf ekki allan daginn, en það mikilvægt að gera þetta reglulega. Það mjög mikilvægt. Annað sem ég veit að margir velta fyrir sér, það þetta varðandi myndefnið. Þetta þarf að vera svolítið smart. Og hvað hafið þið gert til þess að búa ykkur til svona myndabanka og ná í myndir? Við vorum mjög heppin að þekka einn ljósmyndari sem var bara alveg til í því að búa til myndir fyrir okkur. Og ég held við fengum líka, við notuðum það ekki, en við fæum oft spurningar á Instagram frá ljósmyndara. Má ég skjóta myndir handa ykkur? Okay. Svo það alveg hægt, ef maður byrja á Instagram og
þá líka hægt að leita eftir fólki sem kannski á Íslandi og vil fá svona tækifæri til að búa til flotti myndir og svona. Maður þarf ekki endilega fyrst að reyna að bóka flott ljósmyndari eða eitthvað. Bara reyna að búa til eitthvað flott og svo kemur kannski einhver og segir, hey, ég gæti bara búa til flotti myndir, má ég kannski gista hjá ykkur í eina nótt eða eitthvað svona. Já, ég skil, já. Það þarf ekki endilega að vera óbúslega dýrt að kaupa myndir, sko. Maður getur líka að hugsa svona annar leið. Hvernig getum við gert þetta? Hvað getum við skipta, kannski? Og hvaða mun hafið þið fundið á ykkar rekstri, ykkar sölu eftir þið byrjuðuð að nota samfélagsmiðlana svona markvisst? Það mjög erfitt að því við erum með netverslun sem sendir bara á Íslandi þegar. En við erum með netsölu í Þýskalandi, hann heitir Íslandfreund og hann með vöruna okkar á netinu og sendir bara út allan heim. Svo það fer margt frá okkur beint til hans sem við séum ekki. Já, ég skil, já. En hann segir okkur náttúrulega frá að það hefur aukast hjá honum. Já. Svo ég held það hefur líka eitthvað með það að gera með okkar vinna sem fer bara beint til hans og þá erum við svona samstarf þarna. Já, akkurat. En við fengum svona pöntuna hér innanlands og þetta líka eitthvað sem mjög mikilvægt fyrir okkur að vera meira þekktur innanlands og koma þess að áfram að við erum bara hérna og við erum að búa þetta allt til á Íslandi en það ennþá meira túristar sem markhópurinn okkar, en þetta breytist náttúrulega líka núna og maður að vona að vera meira þekktur innanlands. Já, akkurat. Það ennþá fullt af fólki sem veit ekki hver við erum, en það hefur breyst svolítið mikið líka núna í gegnum samfélagsmiðlum og líka með því að opna búð í Reykjavík. Já, þeir eru nýbúin að opna verslun í Reykjavík. Já, í október. Já. Hvar hún staðsett? Hún á Laugaveginum. Já. Undir Svörstukaffið. Já, einmitt. Það væntanlega svolítið breytt umhverfið þar eins og annars staðar eftir að þetta ástand reiði yfir okkur. Já, því miður. Já, það verður að vona að þetta gangi fljótt yfir, en við tala svolítið mikið þessa kosti við samfélagsmiðla markaðssetninguna, en sérðu einhverja ókosti? Nei, en eitt kostur sem ég glemdi að segja, það líka mjög mikilvægt að vera í samband með öllum hinum. Til dæmis hjá okkur þetta North Atlantic Coastway og allir þessi fyrirtæki og gestiheimili og aðþrengur sem hér á svæðinu. Já, ég skil. Það líka mjög mikilvægt að maður bara í samband og maður follower sig á Instagram og maður veit hvað hinir að gera því þeir eru líka að auglýsa eitthvað á netinu. Þá sérstaklega mikilvægt fyrir okkur líka til að sjá, hann með tilboð í hestatur, eitthvað svona, og hestaferð og þá veit ég það því ég sá þetta á Instagram og þá kannski túristi hjá mér sem að spyrja hvað get ég fara á hestbak og þá get ég bara bent honum á þetta. Svo það líka mjög mikilvægt að vera í samband með fólk í kringum þig, hvað að gerast hjá þér á svæðinu, fylgja kannski þessi hashtag sem til dæmis hashtag Hvammstangi. Ef maður fylgir þetta, þá veit ég alltaf hvað að gerast hérna, svona. Akkurat. Eða Northwest eða North Iceland. Svo það líka mjög góð kostur að vera bara í samband með öllum hinum. Og líka fá svona pínu innblástu hvað þið eru að gera. Og ég gæti kannski gera eitthvað svoleiðis líka eða svona breyta þetta svona aðeins eða þetta mjög mikilvægt. Akkurat. Eins og ég segi, eina ókosti það tekur smá tíma til að lesa sig inn og til að gera þetta á hverjum einasta degi og
þetta tekur smá tíma og maður má ekki gleyma þessu, maður þarf alltaf að gera eitthvað. Já. Og þarf alltaf að vera að halda þessu við. Það þýðir ekki að taka eina skorpu og gera svo ekkert í mánuð. Nei, þá tapar þú strax follower og maður finnir alveg fyrir því, sko. Já, akkurat. Já. Ég vil benda þeim sem eru að hlusta og fylgjast með að þó svo að þetta erindi sé í viðtalsformi og næsta líka, þá eru sjálfsögðu opið fyrir að senda inn spurningar. Þannig að ef þið hafið einhverja spurningar varðandi það hvernig þau hjá Kitka hafa verið að nálgast samfélagsmiðla markaðssetninguna, þá endilega skjótið þeim inn í spurningagluggan eða á spjallið. Kannski ein spurning í viðbót, hvað myndirðu ráðleggja þeim sem eru að fylgjast með og eru að hugsa að fara að feta sig svolítið inn á þessa braut? Hvað myndirðu ráðleggja þeim að gera fyrst? Ég myndi fyrst ákveða líka það sem Selma sagði, hvaða look vil ég hafa? Hvernig á þetta að vera? Þetta svona, hvað finnst mér flott og maður getur notað þessi Canva líka til dæmis til að skoða hvaða look finnst mér flott og þá byrja ég bara á Instagram og bara líka hugsa hvað markhópurinn, þetta mikilvægt. Hver ætla að kaupa hjá mér eða hver ætla að gista hjá mér, það fyrst að sitja niður og hugsa þetta aðeins. Og svo fylgja þessi hashtag sem eru tengt þessu og fyrst myndi ég fara á Instagram bara persónulega og skoða mig aðeins og sjá hvernig eru hinir að gera þetta. Og svo bara búa til svona business account og þá er þetta eitthvað allt annað. En svona ekki bara opna núna Instagram og posta eitthvað mynd, fyrst skoða sig ef maður þekkir þetta bara alls ekki. Akkurat. En fannst þér þetta flókið að koma þér inn í? Nei, ekki í byrjunni. Nei. Þetta er svolítið langt síðan. Ég veit ekki, ég notaði Instagram síðan 2014. Já, nei. Instagram er frekar auðveld til að skoða sig Hún Ólína spyr notið þið Instastory daglega en setið posta ekki endilega daglega. Hvernig ertu með svona tíðnina á þessu? Já, við erum að posta svona einu sinni, tvisvar á viku. Instastory svona, ég myndi segja 2 til 3 svar í viku. Þetta má vera aðeins meira þessi story. En svona post það hugsa maður svona aðeins meira. Story má líka vera bara eitthvað, þú veist, hjá okkur. Þetta er svona okkur. Það má líka eitthvað bara vera mjög skemmtilegt. Eða oft erum við að nota repost í story frá einhverjum sem sendi okkur mynd með KitKat-peysu. Svo við deilum þetta áfram að KitKat allan heim. Það má bara vera stundum á Instastory líka bara vera kaffibollan skrifu. Já, akkurat. En það þarf að segja eitthvað eða vera skemmtilegt. Eitthvað svona. Þannig að við dettur í huga, mögulega erum við kannski að ofhugsa þetta, þurfa að vera alltaf einhvern veginn svo flókið, en það er bara eins og segja kaffibollin eða, þú veist, starfsmennir í kaffitímanum eða peysan sem er í prjónavélinni eða hvernig sem það er, sko. Það er meira frelsi í story. Þú getur bara eitthvað sem þið finnst í þessu augnablikinu áhugavert eða skemmtilegt, setja það í story. Já, akkurat. Það er lagi. Akkurat. En ekki endilega sem post sem verður bara alltaf þar. Já, akkurat. Ingi við að spyrja mjög áhugaverðar spurningar. Hafið þið fundið einhvern mun á því hvað miðlar eru að drífa sölu í vefverslunni hjá okkur, Instagram eða versus Facebook? Ég held við erum
við fæum fleiri fyrirspurn vöruna okkar frá Facebook. Já. Þegar, ennþá. Það svona, stundum kemur líka á Instagram, wow, hvenær fæst þessi pizza eða hvar. En það oft að við fengum svona engaskilaboð á Facebook, mjög oft. Já. Já. Hvað eru þið að posta oft á Facebook? Tvisvar í dag. Já. Ég myndi segja líka svona einu sinni til tvisvar í viku. Já. Man þarf líka að viðurkenna, stundum veit maður bara ekki hvað eða gleymir þess. En það mjög mikilvægt, einu sinni til tvisvar í viku, já. Erum við með samtengingu á þessum reikningum, þannig að það sem setið í Insta story, þetta líka inn í Facebook story, eða, þú veist, þetta samtengt? Já. Þið eru með það þannig? Það þannig, já. Já, það spurningin frá Evu Pandoru, hafið prófað einhvers konar svona content kalendar til þess að skipuleggja birtingu á Facebook og Instagram? Já, það líka eitthvað sem var mjög fínt þegar við gerðum svona jóladagatal. Maður gæti unnið á hverjum einasta degi. Já. Og ég satt bara niður og skipulagði þetta allt innan einum degi, sko. Þetta mjög flott ef maður segir, ok, ég á nóga tíma í dag, en ég á kannski ekki tíma rest af vikunni, þá er mjög flott að sitja bara niður og skipuleggja hvenær hvað á að posta. Maður getur hugsað mjög lengi og hvernig maður vil hafa þetta og á hvaða tíma og hvaða degi. Þetta mjög flott til að gera þetta. Já, þannig að þá stillir bara fram í tíman hvað á að birtast hvenær. Já. Þannig að mögulega gætur líka svolítið svona skipulagt þannig að þú tækir kannski, þú veist, 1,5 klukkutíma í viku og þá stilla póstana, en svo þarftu náttúrulega að vakta ef það koma fyrirspurnir eða eitthvað slíkt. Já, en ég held þetta getur hjálpað í byrjunni, svo maður gleymir þess ekki. Maður gleymir ekki að pósta. Já, akkurat. Og þetta mér finnst það mjög þægilegt að gera þetta. Þetta bara stundum þegar maður veit ekki alveg hvað maður langar að pósta á laugardaginn. En stundum veit maður það og þá þetta fínt. Þetta líka mjög gott fyrir tilboð sem byrja eitthvað tíma eða fyrir gleðileg páska, gleðileg jól eða eitthvað svona sem alveg fast í dagatalnum. Þá þetta mjög sniðugt. Já, og svo getur náttúrulega ef það eitthvað sem kemur upp innan dagsins eða þú veist, þá náttúrulega hendur því bara inn aukalega. Já. Þannig að það klárlega stuðningur í að nýta sér eitthvað svoleiðis. Já. Frábært. Heyrðu, eitthvað sem þú vilt ráðleggja fólki sem að hugsa að fara af stað? Bara ekki vera, ef það gengur ekki eins fljótt upp með follower, ekki vera ekki vera vonsvikin yfir þetta. Þetta alltaf lagi að þetta kemur svona smátt og smátt. Maður fæ ekki bara strax 10.000. Nei, akkurat. En bara fylgjast með og fylgja með þessum sem eru í kringum þig og hafa bara gaman. Þetta líka mjög skemmtilegt. Já, en kannski svona rétt að lokum, ég dettur í hug að því það var aðeins minnst á áhrifavalda hérna áðan, Ingi við vill tala aðeins það. Hafið nýtt ykkur slíkt eitthvað, einhvers konar áhrifavalda markasetningu? Ekki þangað til, en við hefum fengið fyrirspurn. Já, en þið hafið ekki farið út í það? Nei. Þetta svona mínið. Við vitum ekki alveg. Nei. Ekki ennþá búin að ákveða hvort það myndi borga sig. Nei, akkurat. En við fengum bara fyrirspurn frá svona áhrifavalda sem eru svona mikroinfluencer, frekar lítið. Ekki með 100-200.000 follower, þá myndum við kannski endurhugsa þetta. Já, akkurat. Ég þakka þér bara kærlega fyrir spjallið og bara mjög gagnlegt að fá svona innsýn inn í hvernig fyrirtæki eru að nota þessa miðla í raunveruleikanum og áhugavert að heyra svona ykkar reynslu af þessu. Kæra þakkir.
Takk sömuleiðis. Og gangi ykkur áfram vel. Takk. Bless. Bless. En Hildur Arnardóttir er hérna með mjög góðan punkt hérna inn á spjallinu að minnir á að það er nauðsynlegt að muna að Facebook keypti Instagram svo að þessi forrit virka mjög vel saman alveg eins og kom fram hérna í spjallinu að Kikka er að láta þessi kerfi vinna saman þannig að hérna, þannig hægt að ná upp góðum fylgjendahóp með því að spyrja þetta svona saman. Mjög áhugavert og ég vona að þið hafið fengið einhverjar upplýsingar sem að nýtast ykkur. Sigrún Helga segir hérna í spjallinu skemmtilegt og fróðlegt frá Kikka og ég hvet ykkur til þess að skoða þeirra miðla, bæði Facebook og Instagram til þess að sjá svona hvernig þau nálgast þetta og eins og komið var inn á hvernig aðrir í kringum ykkur að gera sem svona fyrsta skref. En það hefur aðeins verið minnst á sögur og hversu miklu máli það skiptir að segja einhvers konar sögu með vörumerkinu ykkar og hérna, við erum komin með á línuna hann Óskar Sigmundsson sem er eigandi og framkvæmdastjóri fisksölu fyrirtækisins Marós í Þýskalandi. En hann hefur gríðarlega mikla reynslu í sölu á sjávarafurðum og hann hefur svolítið verið að nýta storytelling í sinni markaðssetningu. Sæll Óskar, þú ert þarna með okkur eða ekki? Jó, sæl, heyrðu þið mér? Jú, heyri. Hvað er að frétta frá Þýskalandi? Jú, bara alltaf besta takk fyrir. Hérna, já, það er gott. Það er náttúrulega sama svipað ástand hér eins og annars staðar í heiminum, þannig að en menn láta bara vel af sér og og allir að passa sig. Já, gott að heyra. Það er sama og er hér, greinilega. Óskar, ég nefndi hérna í innganginum að þú hefur aðeins verið að nýta þér storytelling í markaðssetningu en svona áður en við förum á fræðumst aðeins þína reynslu, svona í þínum huga, hvað er það sem er átt við þegar það er talað storytelling í markaðssetningu? Ég svona í mínum huga þá er það að segja sögu í mjög stuttu máli, helst myndrænu og emotional, þetta er svona þessi 3 punktar sem að mér finnst að skipta hvað mestu máli. Þetta þarf að vera stutt saga, hún þarf að vera emotional og helst í myndrænu máli. Hún má ekki vera á flókin, þetta má ekki vera á mörgum glærum eða á mörgum blaðsíðum eða telja upp alla kosti vörunar eða neitt slíkt. Þetta þarf að vera svona mjög hnitmiðað. Þegar þú segir hérna emotional, hvað áttu við með því? Ég bara koma svona inn á eitthvað sem að fólki finnst skipta máli. Það snerti eitthvað sem að því finnst vera mikilvægt fyrir viðkomandi vöru, hvort hún sé náttúruleg eða hvort það sé vara sem að sé sjálfbær eða eitthvað sem að skiptir fólk máli. Er hún vegan eða ekki fyrir það sem það skiptir máli. Þannig að bara sé eitthvað sem að snerti fólk, hjarta á fólki að veru. Eitthvað sem fólki finnst snerta sjálf sig. Akkurat. Það eru tilfinningarna sem fá okkur til þess að kaupa. Það er svolítið þannig. Þannig að tilgangurinn í rauninni með sögunum er að höfða til tilfinningana í rauninni hjá viðskiptavinunum. Já, akkurat. Það eru náttúrulega þessi miðlar, samfélagsmiðlarnir, mjög sterkt tæki. Það er mitt, maður hefur ekki mikinn tíma, þetta þarf að vera einmitt svona það, þú átt bara að helst þetta myndræna, þetta þarf að koma sögunni í eina mynd eða eitt logo eða eitthvað í einhverju mjög hnitmiðuðu formi. Já, akkurat. Þannig að fólk hefur minni tíma til að fara að lesa sér til einhverja afurð eða kosti hennar, allt sem hana varðar, en myndin þarf að segja bara, og mynd segir náttúrulega meira en 1000 orð. Akkurat. En segðu okkur, hvenær fórstu fyrst að nota storytelling í þinni markaðssetningu? Ég ætla ekki að vera á síðustu öld. Það hljómar ykkur svo gamall þegar maður segir síðustu öld, en það er ekkert rosalega langt síðan. Nei, það er ekkert rosalega langt síðan, en það er alltaf blundað í mér og mér finnst það vera mjög spennandi. Ég hef ekki
ekki reynd að geta notað eins mikið og ég vildi í þessum starfi sem ég hef verið í sjávarútvegi, því að það sem hafa verið að gera, en ég hefur alltaf verið eitthvað sem maður hefur verið að leggja áherslu á og gera, en ekki ná svona af því að við höfum aldrei verið beint kannski í að nálgast neytendur beint og verið að við höfum verið mikið í svona business to business, en þar hefur maður líka verið í storytelling og verið að koma þeim skilaboðum áfram sem hafa verið síðan tekin yfir af það fyrirtækjum og menn hafa notfært sér, en svona síðustu ár hef ég, eftir að ég stofnaði Marós þá hef ég gert mun meira að því og notfært meira og það sem við erum að vinna mikið með núna eða undanfarin ár hvað sem við kallum bláa línan, og það svona, það segir söguna því hversu nálægt Ísland Evrópu í raun og veru, og bláa línan flutningslínan frá Íslandi til Evrópu, og síðan þá rauða línan, það þá erum við að tala fiskinn, sko. Ef að fiskurinn sendir til Kína, þýddur upp þar og flaggaður og unninn og sendur síðan aftur alla leið tilbaka, sko. Þannig að við erum ekki að spara okkur 15.000 kílómetra, og þá erum við að tala kolefnissporið og allt það, sko, og ég geti örugglega haldið hálftíma ræðu það hvað það miklu betra fyrir umhverfið og hversu miklu betri varan sko, en ef maður sýnir myndina af bláu línu, þá erum við með heimskortið og erum með bláu línuna bara sem þessa stuttu, og svo rauða línan í kringum hálfan hnöttinn, og þá sú mynd segir meira en 1000 orð, og við náðum með því að fara inn á einn af stærri retail aðilunum það var ekkert rosalega langur fundur sem við áttum til að ná inn einmitt gullkarfa sem við vorum að markaðssetja og komum með inn sem nýja afurð. Svona, sú mynd eiginlega bara svona, já, flott. Og það var bara ok, þannig að við vorum konið með þá vöru inn með mjög stuttum fundi, og ég vil þakka þeirri stuttum mynd og svona þeirri sögu sem á þeirri mynd í raun og veru, vil ég þakka við náðum þeim samning, sko. Já, það ertu náttúrulega að hafa til þessi tilfinningar sem eru orðnar svo ríkar hjá fólki varðandi umhverfið og kolefnissporið og það allt saman. En ef maður veltir þessu fyrir sér, hvernig segir þú til dæmis fyrir þér að tökum til dæmis kjötframleiðanda á Norðurlandi, hvernig gæti hann notað svona sögur til þess að koma sínu rekstri og vörum á framfæri? Hvernig gæti sú saga verið? Og eins og aftur, ég held hún þurfa að vera stutt og hún þurfa að vera mjög svona hnitmiðuð, og hún verður að vera í myndrænu formi og höfða til tilfinningana á ég sé fyrir mér ef ég hef réttar upplýsingar þá eru það 11.000 per kílómetra sem að svæðið eitthvað spannar yfir, það nokkuð meiri? Já, lætur svona nærri lagi, held ég. Já, og 7-8.000 íbúar á svæðinu. Hversu margar skepnur? Ég treysti mér ekki til að kasta því fram hér og nú, en þær eru margar. Ég sé fyrir mér bara mynd af skepnunni, hvort það segjum bara kind, sko, í náttúrunni það sem hún elst upp í, sko, og svo bara sé teiknaði kringum eitthvað svæði sem hver skepna fær hjá ykkur, sko, og svo bara með einu flottu slógani eða logoi sem segir þetta svæði sem við gefum okkar dýrum, sko, svo við þurfum ekki að vera með einhverja mynd í hliðina af einhverju öðrum svína eða einhverjum öðrum búum þar sem dýr eru látin alast upp í allt aðrar aðstæður, sko. Það höfðu það einhvern veginn til þeirra tilfinninga, það það sem skiptir fólk, allavega eins og í Þýskalandi og mjög víða annars staðar, skiptir náttúrulega alltaf meira og meira máli, hvernig meðferð dýra og í hvernig aðstæður það alast, sko, í hvaða aðstæður þau vaksa við. Já, þú veist ekki lengi að snara þessari sögu fram, þannig að þetta kannski ekki eins flókið og maður heldur. Það verður að vera svolítið einfalt, maður getur, og sérstaklega þeir sem í faginu, þeir sem þekkja kjötið og
að framleiða, þeir myndu kannski vilja nálgast á einhvern allt annan hátt og hafa allt bæra sögu að segja hversu gæðin eru frábæð og bragðið en svona, það þarf að vera svona einhver hérna og þetta höfða til tilfinninga og ég held að komist ansi langt á því einmitt að hérna. Þannig að lykillinn í þessu er greinilega þessi tilfinning. Hvað tilfinning er þá þín vara eða þjónusta að vekja? Já. Algjörlega, það er mjög góða punktur. En hafa allar vörur eða öll þjónusta einhverja sögu að segja? Alveg örugglega og hérna, ég held að alveg örugglega og það er náttúrulega hérna allar vörur hafa eflaust sína sögu að segja sko hérna og hérna hver framleiðandi og hver seljandi sem að selja einhverja vöru, hann hefur örugglega mismunandi og einhverja sögu að segja af sinni afurð, ekki spurning. En svo er náttúrulega spurning fólk og kannski þjóðir líka og hérna og bara fyrir eftir aldri líka þegar við komum lengra í markaðssetningunni, það er náttúrulega spurning hvernig vilt nálgast sko, hvaða hóp ert að fara að nálgast og kannski hagar og sögunni sem kannski svolítið akkurat eftir því sko. Og þá kannski komum við inn á akkurat það sem að Selma var að tala um að skiptir svo miklu máli að þekkja viðskiptavininn og hvernig þú átt að nálgast hann þá. Hvaða sögur eru það sem að kveikja í þessum tiltekna markað í raun og veru? Akkurat. Algjörlega. Manstu eftir einhverjum velheppnuðum dæmum þar sem við höfum séð hérna þetta nota með mjög árangursríkum hætti? Storytelling. Já. Nú nærðið mig svolítið hérna, ég ætla ekki að lofa að ég mun eftir einhverju góðu dæmi, þannig að hérna, ég er ekki með eitt sem að ég man sérstaklega eftir sko, en hérna, það er hérna, leiðum við bara að leggja á, þá er hún örugglega komin sko, þannig að hérna. Alveg örugglega. Ég held nefnilega líka að þetta sé svolítið mikið að maður átti sig ekki alveg á því að það er verið að segja sögu, en það er saga á bakvið og mér dettur í hug til dæmis hérna, auglýsingar frá SS ganga þar sem þeir eru að nefna ákveðna bændurnir í Fagradal eru eigendur í hluti af þeim sem eiga SS, það er svolítið verið að vísa í hreinleikann og tengja þetta inn í ákveðna fjölskyldu. Þannig að er það storytelling? Það er storytelling og hérna, nú man ég eftir náttúrulega einu mjög góðu dæmi hérna bara sem eins og Norðmenn hafa verið að gera og ég er aftur í sjávarútveginum sko, hérna þar tóku þeir og hérna bjuggu til sögu þorskinn sinn sem er að koma upp á þeirra ströndum sko til að hrygna og hérna hverjum vetri og í sjálfu sér ósköp venjulegur þorskur eins og við erum að veiða og er að veiðast á öðrum ástímum hérna við Noreg líka en þeir bjuggu bara til hérna sögu það hérna og kölluðu hann skrei og hérna og markaðsettu það með sínum hérna með Norwegian hérna Export Council og það tók á ég held að vera 1 til 2 ára, þá er sú vara komin inn á langflesta veitingastæði hvar sem í Evrópu og það er verið að selja þennan þorsk á 20-30% hærra verði heldur en annan þorsk, bara því að þú bættir þessari litlu sögu við og gafst barninu þetta nafn sko, skrei hérna, en það er ekkert sérstakt við þennan þorsk í sjálfu sér og hérna þú finnur ekki neitt mjög á hérna samanburði við annan sko, þannig að það er svona kannski, það er eitt dæmi. Akkurat. Þannig að þetta getur líka haft áhrif á verðlagninguna? Já. Ef þetta er vara sem þú berð einhverja tilfinningar til og hérna, heldur að sé betur en einhver öðru, þú ert tilbúin að borga þá meira fyrir hana heldur en aðra. Algjörlega. Hvaða tækifæri sérðu til dæmis í storytelling fyrir Íslandi markaðssetningu til dæmis í ferðaþjónustu? Í ferðaþjónustu? Ég held að við höfum bara náttúrulega bara býsna góða sögu að segja og hérna með alltaf þessa náttúru og enn aftur þetta svæði sem við höfum og ég held að
við höfum svo mikið svæði og mikla náttúru að bjóða upp á. Ég held að það sé bara ég held að við þurfum það verður kannski ekkert síður, ekkert eftir þessa væringar sem eru búin að vera í gangi núna, ekki síður mikilvægt og ég held að við höfum eftir að vonandi njóta góðs af því að þegar þessu öllu lokið að fólk verið fyrir tilbúið að koma og heimsækja Ísland heldur en kannski önnur þéttbýli lönd þegar fólk að ferðast aftur sko. Þannig að ég held að við þurfum ættum að leggja áherslu á plássið sem við höfum sko. Þannig að plássið sem við höfum fyrir sem ferðamannir þá hafa til umræða á og svo eins og ég kom inn á með kjöti á hann líka það ekkert allir sem að hafa upp á þetta að bjóða. Nei, akkurat. Þannig að mögulega þá fer það að vinna með okkur hvað við erum strjálbíl og margir aðilar í ferðaþjónustu líka afskekktir. Þannig að það kannski verður fóður í mjög öflugar sögur. Því afskektari kannski því betra. Já, einmitt. En svona kannski rétt í lokin og ég minna það ef að fólk vill spyrja Óskar einhvers að þá varðandi storytelling eða sögur í markasetningu að þá endilega hendið inn spurningum og þá var þetta einn spurningin frá Sigrún Helgu. Hvað finnst ykkur markasetningu á dýraafurðum, myndir á ungviði á kjötpækningu, hvort að það geti virkað neikvætt? Hvað heldur það, Óskar? Mynd af ungviði á pakningunni? Já, eins og ég skil það og Sigrún, þú leiðréttir ef ég að misskilja þetta að vera með mynd af lambi á kjötpakningu eða mynd af unga á pakningu af kjúklingi eða eitthvað slíkt? Ég sé ekkert sem að Já, hún bætir við hérna, voruð þið að drepa litla lambið? Nei, ekki ef þetta náttúrulega fólk ekki alveg gjörsamlega óupplýst, sko, ef að fólk hefur á tilfinningu að þetta lamb hafi fengið að alast upp í öllu þessu plássi og svæði sem að þið hafið yfir að ráða á Norðvesturlandi, þá held ég að það leiðir til þess að sé bara frekar tilbúið til þess að taka þennan pakka með sér heim, sko. Já, þannig að þú myndir þá mögulega að setja auk þess að vera með lambið að setja þá einhverja litla sögu með að það hafa haft nóg pláss. Já. Hún bara það ólst upp við þær aðstæður eins og móðir náttúra vildi að hún var að alast upp við, sko. Akkurat. Sigrún Helga bætir hérna við að hún hafi fengið svona spurningu og auðvitað það þannig að maður getur aldrei fundið sögu sem að höfða til allra. Nei. Og það kannski svolítið það sem þú komst inn á aftur áðan að það skiptir máli að þekkja viðskiptamannahópinn sinn og hvaðan hann að koma og hvað það sem að vekur upp hjá honum tilfinningar. Akkurat. En svona kannski rétt í lokin, Óskar, hvað ráð viltu gefa þeim sem að byrja að hugsa sögu sinna vöru eða þjónustu? Hver eru svona þessi fyrstu skref? Fyrstu skrefin, það náttúrulega bara að þekkja sína vöru og vera með það á tæra og hún sé góð og hún sé frambærileg og síðan að hugsa sér að búa til einhverja stutta sögu sem að kemur því á framfæri sem svo vara hefur upp á að bjóða og síðan náttúrulega er náttúrulega heimurinn opinn gegnum netið við að koma inn á framfæri þannig að ég held að tækifærin hafi sjaldan verið meiri eins og umhverfið sem við erum í dag. Og möguleikann til að selja á netinu og koma vörum á framfærin alveg endanlegir, þannig að ég held að það séu bara fyrir bara litla framleiðendur hafi sjaldan verið meiri tækifæri heldur en í dag og þessar væringar eru ekki eru kannski bara frekar til að hjálpa okkur við það, sko. Það hjálpa framleiðendur við að koma sér á framfæri og fólk tilbúinara til að versla öðruvísi og hugsa öðruvísi heldur en það kannski gerði áður, sko. Akkurat. Óskar, ég þakka bara kærlega fyrir að gefa okkur aðeins innsýn inn í storytelling og hvernig það er nýst þér og hvað tækifæri þú sérði því. Bara kæra þakkir og bestu kveðjur til Þýskalands. Takk, kæra kveðjur tilbaka. Takk.
Bless. Þá erum við komin að lokum þessarar dagskrár og svona kannski framhaldi því sem að Óskar var að tala að þá var athyglisverð grein í Mogganum, hvort það var í gær eða í dag, varðandi einmitt þessa breyttu kauphegðun hjá fólki sem að virðist vera að koma í ljós í þessu ástandi öllu saman, þar sem að fólk leggur meira áherslu, eða virðist vera sem fólk leggur meira áherslu á hreinleikann og að versla vörur úr sínu nær samfélagi, sem að ég held að gæti verið mikið tækifæri fyrir þessa smærri framleiðendur víða land og þá sem að bjóða sína þjónustu. Það lag núna til þess að byrja einmitt að hugsa sína markaðssetningu upp á nýtt og skoða hvernig best væri fyrir okkur að nálgast okkar viðskiptavini. Við höfum tíma til þess núna og vonandi mun þetta ástand ganga hratt yfir, þannig að við getum farið að aftur að taka á móti viðskiptavinum, hvort sem það í ferðaþjónustu eða á snyrtistofum eða hvað annað. Það eru fjölmargar atvinnugreinar hérna á þessari vinnustofu og hafa verið að fylgjast með, þannig að vonandi mun það sem að við höfum verið að fara í gegnum hérna í dag nýtast til þess að við getum komið enn öflugri til leiks þegar þetta allt saman af staðið. Hildur Arnardóttir bendir á hérna í spjallinu að forskot.nmi.is sem stafræn hluti nýsköpunarmiðstöðvar að bjóða endurgjaldslaust námskeið í Instagram og Facebook sem hefst þann 7. apríl og 3 skipti og við hvetjum alla til þess að kynna sér það vel því að núna tíminn til þess að bæta þekkinguna og eins og ég sagði áðan finna nýjar leiðir til þess að nálgast viðskiptavini. En ég vil þakka þeim sem aðstoðuðu okkur við að setja þessa ráðstefnu eða þessar vinnustofur upp, kærlega fyrir aðstoðina, nýsköpunarmiðstöð fyrir samstarfið og þeim sem að hér héldu erindi eða voru tilbúin til að koma hérna í smá spjall til þess að upplýsa okkur hinn. Kæra þakkir fyrir aðstoðina. Ég vil þakka henni Sveinbjörgu, starfsmanni SSNVF, fyrir frábæra og skelegga útsendingastjórn. Við grínum stundum með það hérna hjá SSNVF að hún sé okkar Kage Ammendrup og þeir sem komnir eru og yfir miðjan aldur vita hver hann var útsendingastjóri í sjónvarpinu. Þannig að það ómetanlegt að hafa sérfræðinga eins og hana í teyminu, þannig að við getum verið að miðla gagnlegu efni á þessum tímum. Ég þakka ykkur sem að sátuð vinnustofuna hérna í beinni, kærlega fyrir þátttökuna og vonum að þið hafið haft gagn af og minni á að það verður áfram hægt að fylgjast með og rifja upp þegar að upptakan birtist á heimasíðun okkar. Þannig að gangi okkur öllum vel að takast á við þann veruleika sem að við búum nú við og minni á að það kemur betri tíð með blóm í haga og fyrir rest þá vorar. Takk ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel.